Þá komið að 7. fundi bæjarstjórnar Árborgar sem haldinn hér miðvikudaginn 19. október árið 2022 og mætt eru í dag af bæjarfulltrúum. Það sá sem hér stendur, Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar D-lista, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi í stað Helgu Lindar Pálsdóttur fyrir D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista í stað Sigurjóns Vídalíns Guðmundssonar, Arnar Freyr Ólafsson, B-lista, Ellý Tómasdóttir, B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og fundarritari í dag Rósa Sif Jónsdóttir. Fyrst langar mig að spyrja fundinn hvort að einhver hafi hér athugasemd við fundarboðið. Ef svo ekki, þá lítum við á það sem að hún sé í lagi, fundargerðin, og ég vil minna bæjarfulltrúa og starfsmenn á það að hafa símana slökkta. En við göngum þá til dagskrár og það fyrsta atriðið á dagskránni breytingar á sorphirðu árið 2023 og þetta tillaga frá 4. fundi umhverfisnefndar frá 19. september, liður 1, breytingar á sorphirðu 2023. Farið við tillögur að sorphirðu og innleiðingu lausna sem tækju gildi næstu áramót. Atli Marel Vógs, sviðsstjóri umhverfis og mannvirkjasviðs, kom á fundinn og fór yfir nýjar tillögur að sorphirðu í Árborg. Nefndin samþykkti að taka upp 4 tunnu kerfi og mun 1 tunna bætast við á hvert heimili. Hægt verður óska eftir því að fá tvískipta tunnu þannig að það verði aðeins 3 á heimili í stað 4 tunna. Nefndin fól mannvirkja og umhverfissviði að vinna tillögur að nýrri samþykkt meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Árborg og leggja drög að nýrri gjaldskrá. Lagt var til á þessum fundi við bæjarstjórn að samþykkja tillögu að breytingum á sorphirðu í sveitarfélaginu Árborg. Og ég gef orðið frjálst þessa tillögu, þetta mál hér, fyrsta mál, breytingar á sorphirðu 2023. Bragi Bjarnason, D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, kemur til þessu máli sem var rætt vel og lengi í umhverfisnefnd. Virkilega stórt og hefur bara mikil áhrif, ekki bara á sveitarfélag Árborg heldur landið allt, en þetta eru náttúrulega bara lög sem að taka gildi fyrir öll sveitarfélög og þýða heilmikil breyting fyrir okkur íbúana í flokkun á sorpi sem jákvætt mál þegar við viljum náttúrulega styðja við þetta hringrásarhagkerfi sem lögin eiga að taka mið af. Það sem nefndin var að samþykkja og lagt til hérna við bæjarstjórn að staðfesta í að við þessa breytinga förum við í 4 tunnu kerfi því þá skipt upp í svokallaðri bláu tunnu sem við erum með í dag, þannig að hún verður eingöngu fyrir pappa og tökum inn græna tunnu sem þá eingöngu fyrir plast, en bláa tunnu í dag hefur líka leyfi til að henda málmum í hana líka sem verður þá ekki leyfilegt frá með áramótum, en á móti á hugmyndin að efla græna tunnuðarnar, þannig að þar verði áfram hægt að henda gleri og þá málmi og mögulega fleiri kostum, en mannvirkja og umhverfissvið að útfæra þessar lausnir með sem bestum hætti. Annað sem kemur náttúrulega inn í þetta sem snertir okkur öllu þetta kostnaðurinn við þetta, því að sveitarfélagið á að reka sorphirðuna á núlli í rauninni, hún á bara að standa undir sér og þetta hluti af fasteignagjöldum, þannig að sorphirðugjaldi sem þar undir, og það þýðir í rauninni að það núna verið að endurskoða gjaldskrána þannig að hún standi undir þessum kostnaði. Og því miður má það búast við að sorphirðugjaldi hjá okkur muni hækka, en íbúar munu hafa ákveðna valmöguleika í því að velja stærð á tunnum og hvort þeir vilji tvískiptar eða 4, þannig að þú getur haldið áfram með 3 tunnu kerfi, verið það með plastið og pappan í tvískiptri tunnu eða valið að fá auka tunnu og bæta þá við 4. Þannig að það munu verða einhverjir valmöguleikar í þessu fyrir íbúana þegar að því kemur.
og síðan eru náttúrulega aðrar lausnir sem verið að vinna að og skoða sem tengist á sérstaklega eins og gagnvart fjölbýlishúsunum, hvernig þetta útfæra það á bestan hátt, gagnvart nýjum húsum og djúpgamla lausnum og annað sem við erum bara að vinna áfram til framtíðar sem er bara mjög stórt verkefni fyrir samfélagið í heild sinni. Þannig að þetta eru svona stórin, þetta mun skýrast náttúrulega betur á næstu dögum en sveitarfélagi að taka mið af því eins og flest önnur sveitarfélög að það sé verið að rukka eftir rúmmáli og þess vegna getur fólk valið aðeins stærðir á tunnum og síðan eftir losunartíðni, þannig að þegar það er búið að áætla réttan kostnað með losunaraðila þá er hægt að setja gjaldskrána fram með sama hætti og þá munu íbúar geta tekið ákvörðunum út frá sínum hag, hvað stærða tunnum eða hvernig þeir vilja haga þessari losun. Þannig að þetta eru kannski svona helstu upplýsingarnar sem liggja fyrir þetta. Það er náttúrulega ákveðnar leiðir sem hafa verið búið að taka til þess að auka í rauninu möguleika okkar til þess að nota í rauninu gámasvæðið okkar. Það er komið klippikort rafrænt, þannig að þessi auðvelt fyrir íbúana að fara og losa sjálfi líka, þannig að það getur haft áhrif á það hvernig tunnurmenn fólk er að velja ef það vill fara og losa hluta til sjálf. Þannig að þetta eru svona stærstu, en ég vonast bara eftir góðum umræðum þetta mál. Þetta er þarft samfélagsverkefni sem við erum að vinna. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir Bragi. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Já, verður forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég náttúrulega vil bara fagna þessari undirbúningsvinnu sem að hefur verið lögð fram og unnið greinilega mjög ítarlega og lagt fram mjög skilmerkilega fyrir okkur í bæjarstjórn og þannig að það er í sjálfu sér bara hið besta mál. Ég svona hef nú verið áhorfandi og notandi á urði eða sem sagt að því að losa mig við sorp ýmist í fyrirtækjum eða sem persóna út í bæ og ég svona vil kannski hvetja til þess að skoða alvarlega þetta að borga eins og þú notar og svo fastagjaldið. Ef að það er farið of mikið út í það að greiða eingöngu fyrir það sem þú kastar, þá gæti það virka hvetjandi fyrir aðra að reyna að losna undan því að koma sorpinu frá sér á viðhlítandi hátt og grenndarstöðvar verða þó oft fyrir barðinu á því og það þarf að vakta það við sérstaklega þegar við erum að bjóða upp á þær lausnir. Þannig að fólk á það til bara hreinlega að skilja eftir við grenndarstöðvarnar sorp á þess að gera flokka og komast þannig undan greiðslu. Annað sem að ég vil svona koma inn á er að þegar allri vinnunni er lokið, þá vil ég náttúrulega hvetja til mjög markvissa vinnu í að kynna það og við þurfum raunverulega að leggja áherslu á það að ná öllum saman í bátinn til þess að róa í sömu átt í þessu mál. Vegna þess að við getum ekki verið að sætta okkur við það að einhverjir séu svona utangarðs og telji sig ekki þurfa að lúta þessum lögum sem við erum að reyna að setja fyrir alla bæjarbúa. Þannig að ég vil endilega bara hvetja umhverfisnefndina og alla aðra sem að þessu máli koma að virkilega setja mikinn búst í það að reyna að koma þessu frá okkur, selja hugmyndina, ná öllu saman og halda áfram vegferðinu vegna þess að þetta er vegferð sem er gríðarlega mikilvæg og auðvitað þurfum við að passa upp á það að kostnaðurinn sé hóflega stilltur en það er ekki gert nema allir séu að róa í sömu átt. Takk fyrir. Takk fyrir Arnar og þá hefur Álfheiður Einarsdóttir álista beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar. Ég fagna þessari tillögu og þessari vinnu sem hefur verið lögð í þessa flottu tillögu sem að ég tel spor í rétta átt og okkur er náttúrulega lögbundið í raun og veru frá næstu áramótum að gera þetta svona og öllum sveitarfélögum á landinu og það er kannski þrennt sem ég vildi kannski minnast á bara í sambandi við sorphirðu
og úrgangsmál yfirleitt og í samhengi við þessi tillögur. Og það það að mér finnst við þurfa sveigjanleika fyrir íbúana. Þetta á eftir að taka tíma fyrir þetta samfélag að koma sér inn í nýja, hvað á ég að segja, sorphirðu menningu. Og þannig að ég myndi til dæmis vilja sjá þarna, ég veit að það eru margir í moltugerð, ég vil að fólk geti til dæmis bara hafnað brúnundunni ef það er í moltugerð og getur gert eitthvað úr sínum lífræna úrgangi sjálf og spara þannig vegna þess að það eru gríðarlegar hækkanir og þær verða meiri og meiri eftir því sem að við förum lengra inn í framtíðina. Við vitum að sorphirðu og úrgangsmál þau verða dýrari og það verða gerðar meiri og strangari kröfur eftir því sem árin líða. Þannig að ég vil að nefndin og bæjarstjórnin svona reyni að útfæra þetta þannig að það sé sem sveigjanlegast og þægilegast fyrir íbúana að tileinka sér þessa menningu því að annars fáum við bara íbúana ekki í lið með okkur eins og Arnar var að tala um hér áðan sem er svo mikilvægt. Nú í annan stað þá vildi ég nefna þessa kostnaðarhækkun og ég veit að þetta í prósentutölum þetta svakalegt en þetta ekki eins svakalegt í krónutölum og þetta bara kostnað. Við að reka þetta á núlli. Ég vil sjá líka í framtíðinni fleiri grenndarstaði. Ég vil sjá færri bíla. Ég vil geta labbað á grenndarstöðuna mína með barnið mitt. Ég vil ekki þurfa að eiga bíl til þess að keyra eða þangað. Því að þá ég strax orðin óumhverfisvæn. Þannig að og svo langaði mig til að nefna eitt sem hefur verið vakið sérstaka athygli undanfarna 18 mánuði varðandi umfjöllun ákveðins blaðamanns plast sem við höfum sent til Svíþjóðar í endurvinnslu og það hefur komið í ljós að þetta sænska fyrirtæki engan veginn að standa sig og íslenskt plast meðal annars að finna á ekrum í Svíþjóð og í Eystrasaltslöndunum. Þannig að ég myndi vilja fá svona svolítið svipað eins og við erum að gera, ég kem úr sjávarútveginum, við erum að gera við fiskinn, ég vil rekjanleikann. Ég vil fá staðfestingu á því að þegar ég hef fyrir því að flokka plastið mitt og ég vil setja það ofta það upp og hreinsa það og setja það í uppþvottavélina og bara hef fyrir þessu að það sé raunverulega verið að koma því almennilega til fólk. Þannig að ég veit ekki hvort það til einhverjir staðar eða vottanir eða annað. Ég veit ekki við hvaða fyrirtæki við erum að sýsla við varðandi plastið. Ég veit ekki hvar plastið úr Árborg endar, ef ég á að segja eins og Það bara að kynna með það. Umhverfisnefndin veit það líklega. En ég vildi bara benda á þetta til umhugsunar vegna þess að það Bragi myndist áðan að þetta væri ekki bara mál sveitarfélagsins okkar heldur landsins alls. Í mínum huga þetta mál heimsins alls. Og þess vegna þurfum við að tryggja það að þegar fólk að flokka sem næst heimili sem hagkvæmast og hefur verið sýnt fram á með rannsóknum að hagkvæmast, að þá verðum við einhvern veginn að sýna fram á það að þegar þetta tekið frá heimilum fólks að þetta fari á rétta staði og sé parkað á réttan og ábyrgan máta. Takk. Þakka fyrir Álfheiður og Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista biður orðið. Ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það eru þessar stóru breytingar sem verið að gera á sorphirðu í landinu sem taka gildi nú áramót, ný lög og við hér í Árborg þurfum þá að sjálfsögðu að gera breytingar á okkar reglum sem verið að samþykkja hér í dag. Það að segja, það svona eitt skref í áttina að þessu. Auðvitað verður mikil þróun í þessum málum á næstu misserum
og þetta er bara svona fyrsta skrefið. Við verðum auðvitað líka og munum finna fyrir á næstunni að þetta eru auðvitað svona þróunartími og margt sem að þarf að svona, þurfum að fylgjast með hvernig hlutirnir þróast og bregðast við í samræmi við það. En það er náttúrulega bætist við, eða það verður valmöguleikum að fá 4. tunnuna eða þá að fá tvískiptatunnu fyrir pappa og plast. En það er ekki val það lengur eins og þetta hefur verið hjá okkur að vera með þetta allt í einni óflokkaði einni tunnu. En svo eru þetta spurning alltaf hvort það er hægt að bjóða upp á valmöguleika eins og Álfheiður kom inn á að þeir sem eru duglegir og öflugir í til dæmis moltugerðinni og eru þá ekki að henda neinu þar að segja engum lífrænum úrgangi í gráu tunnuna. Það er það sem þetta snýst að verðmæti gráu tunnunar það fellur svo óbáslega ef að lífrænn úrgangur fer í hana. Það má ekkert blautt vera í gráu tunnu. Það er það sem þetta snýst Við getum ekki komið innihaldi gráu tunnunar í brennslu sem við erum að gera núna erlendis í orkuendurvinnslu ef það er lífrænn úrgangur í henni. Það má bara ekki vera. Þannig að það snýst þetta. Þannig að ef það eru einstaklingar sem eru sannanlega að losa sig allt lífrænt sorp í moltugerð í garðinum sínum, þá er það frábært. En svo er ég velti fyrir mér til dæmis, ég hef í rauninni enga þörf fyrir gráatunnu, gæti ég til dæmis skilað minni gráatunnu. Ég meina, það koma ruslabílar til mín og 3 ára fresti, hún er alltaf tóm. Þannig að við veltum fyrir okkur alls konar svona, á að vera hægt að fara einstaklingsbundnar leiðir varðandi þetta líka. Og mér langar líka og það er annað sem við þurfum að ræða í sveitarfélögunum, það er ruslarennur til dæmis. Við þurfum að taka ákvörðun hvað að gera við þær ef það eru ennþá ruslarennur í fjölbýlishúsum af því það er í rauninni barn síns tíma. Á þeim tímum sem við lifum, þar sem eru gerðar svona strangar kröfur flokkun sorps, þá eru í rauninni ruslarennur bara til ónýtis. Þannig að við þurfum að taka ákvörðun hvort að eigi yfir höfuð að vera ruslarennur til í sveitarfélaginu Árborg. Það eru mörg sveitarfélög sem eru bara búin að banna ruslarennur nú þegar. Og ég bjó til dæmis í Noregi 92, þá var löngu búið að negla fyrir allar ruslarennur þar í landi. Þannig að það er í rauninni ætti að vera búið að afnema það hér á landi líka. Svo er það varðandi plastu, ég tek undir með Álfheiði að þetta var í rauninni algjört reiðarslag, þessar fréttir sem komu þetta sænska fyrirtæki sem að meðhöndlaði ekki plastið eins og þeir gáfu fyrirheit og það er í rauninni þannig að samningarnir okkar við erum með samning við Íslenska gámafélagið sorphirðu og að koma sorpinu í réttan farveg héðan á sveitarfélaginu og þeir auðvitað eru í góðri trú með þá sem að taka við sorpinu erlendis að þeir komið í lóg og réttan hátt. Þarna var greinilega fyrirtæki og ég veit ekkert hvort að Íslenska gámafélagið verslaði við þetta fyrirtæki af því að það stóð ekki á sorpinu hvaðan það kom, þetta sem fannst. En þetta auðvitað, þarna er auðvitað endurvinnslusjóður sem að úrvinnslusjóður, það er hann sem á að eftirlit með þessu og auðvitað verður að treysta því að þeir vinni vinnuna sína. En það er auðvitað það er svo vont, það verður svona hollustu krísa varðandi þessi mál þegar svona hluti koma upp. Þá byrjar aftur þessi lífsega mýtum að þetta fyrir allt í sama hauginn og allt þetta sem við höfum verið að berjast við lengi. Og megum í rauninni bara ekki við að svona orðrómur fara af stað. En okkar sorp hefur verið að fara víða. Það hefur farið til Hollands, það hefur farið til Bretlands, það hefur farið til Svíþjóðar. Það er auðvitað bara hverjir bjóða best af því að þeir náttúrulega bara bjóða þetta út. Og hverjum vantar sorp til orkuendurvinnslu, þetta fer allt orðið meira og minna í orkuendurvinnslu. Þannig að en þetta eru bara spennandi tímar sem er framöndan og óskum bara eftir góðu samstarfi við íbúana í þessu mikilvæga máli. Takk. Takk fyrir Arna, þá hefur Sveinn Ægir Birgisson
Bæjarfulltrúi D-lista biður um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir, bara virkilega góð tillaga og góðar umræður sem hér eru þennan mikilvæga málaflokk. Mér langar bara að viðra svona nokkrum öðrum sjónarhornum inn í umræðuna, en það er jafnvel hvort við ættum að skoða parhús og raðhúseigendur gætu jafnvel deilt saman tunnum. Þetta geti verið hagræðing fyrir marga íbúa. Það er kannski synd, eins og margir segja, að sumir vilja ekki nota brúna tunnu og sumir eru með tómar eða hálftómar tunnur. Þá geti kannski jafnvel raðhúseigendur eða parhúseigendur séð sig fært að deila saman. Klárlega þurfum við að fjölga grenndarstöðum og ég held að við munum bara færa þá vinnu öll saman. Þetta hefur reynst vel og framtíðin er jafnvel svo að hver veit nema að vera kannski bara skipulagt hverfi, þannig að séu jafnvel bara grenndarstöðar og fólk fari með sitt rusl í það. En við skulum bara sjá hvað framtíðin byrja í skauti sér, en auðvitað væri nú kannski best ef tækni væri komið það langt að hægt væri að vigta allt sorp sem fer frá heimilunum og þeir borga bara sem nota eftir kílóþyngd. Að það er fullt að tækifærum í þessu og við erum bara endilega að hugsa út fyrir bóksin og vera framsýn og taka þátt í síbreyttu samfélagi og mæta þörfum íbúa. Takk. Takk fyrir, Sveinn. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Nú ef svo er ekki, að þá ber ég þessa tillögu undir atkvæði hér á bæjarstjórnarfundi. Þeir sem eru samþykkir þessu fyrsta máli á dagskrá bæjarstjórnar Árborgar, finnst að skilja merki. Það er samþykkt samhljóða. Já, atkvæðagreiðslu lokið. Þá er komið að öðru máli á fundinum. Það er framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborholur á Selfossi. Þetta er tillaga frá 9. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 12. október, liður 1, framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborholum á Selfossi. Sigurður Þór Haraldsson fyrir hönd Selfossveitna óskaði eftir framkvæmdaleyfi fyrir borun á 2 tilraunaborholum eftir heitu vatni samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti umsókn framkvæmdaleyfi og lagði til við bæjarstjórn Árborgar að umsókn yrði samþykkt og skipulagsfulltrúa yrði falið að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772 frá 2012. Þetta er mál nr. 2 á dagskránni, framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborholum. Er einhverju sem vilja tjá sig? Sveinn Ægir Birgisson D-lista við biðjum orðið. Forseti, já, er að 3 rannsóknarborholur, en eins og er í greinargerð ISOR sem fylgir með málinu eða gögnunum, þá er þetta borhola við Tryggvarskála annars vegar og það er borhola sem hefur verið borið við Fossveg eða Móveg. Þetta er móin sem stór hóll þarna og mói sem stendur þarna við Fossveginn. Svo er þetta í Botnagón og Starmóa og þessar holur eru rauninni bara áframhaldandi vinna heitu vatni. Það kom til umræða á eign- og veitufundi í gær, en eins og sjá má í greinargerðinni þá er búið að teikna hitakort á svæðinu og það virðist vera að hitinn verður meiri eftir því sem við farið sunnar og í kringum Árbakkann norðan megin þá er kalt svæði, en svo þegar farið sunnar og eins og við kirkjuna og lengri átt suður þá kemur heitara svæði að við viljum endilega kortleggja þetta svæði betur. Það hefur ekki verið boraðar holur þarna svona sunnar, en það voru boraðar enda við Árbakkann í maí. Þetta er bara áframhaldandi vinna að kortleggingu svæðisins og þetta er mjög hagkvæmt fyrir okkur og væri algjörlega frábært ef heitt vatn finnst þessu svæði, af því þetta er stutt inn í kerfið okkar og ekki mikið stofnlagnir sem þarf að auka og þess háttar. Að við vonum bara besta að við vinnum lottopottin þarna. Takk. Takk fyrir, Sveinn Ægir. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig þetta mál? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem að samþykkja þetta framkvæmdaleyfi vinsælast gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 3. liðurinn á dagskrá fundarins og það er
vegstæði, Laugardælaland, stendur nú í þessu vegastæði, en hérna þetta sé bara einn vegur. Tillaga frá 9. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 12. október, liður 5, vegstæði við Laugardælaland. Sigríður Anna Ellerúk fyrir hönd Vegagerðarinnar lagði fram ósk að stofnuð yrði 2453 fermetra lóð út úr Laugardælalandi og einnig yrði stofnuð 15.327 fermetra lóð út úr Laugardælalandi. Munu hinnar nýstofnuðu lóðir í framhaldinu verða hluti af nýju vegsvæði Suðurlandsvegar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti stofnun lóðanna fyrir sitt leyti og leggur til við bæjarstjórn Árborgar að stofnun lóða og heiti þeirra yrði samþykkt. Eru einhverjir sem vilja tjá sig þetta? Það Bragi Bjarnason gerist það. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta svona kannski sammerkt með máli 3, 4 og 5 sem eru hérna fyrir fundin að þarna var skipulags- og byggingarnefnd að taka fyrir í rauninni lóðir sem verið að taka út úr fyrir vegstæði fyrir Suðurlandsveginn. Sveitarfélagið og Vegagerðin gerðu samning síðastliðin vor allt þetta svæði og núna er rauninni bara verið að gera lóðablöðin fyrir umrætt þannig að Suðurlandsvegur, allt svæði sem þarf undir Suðurlandsveg sé í rauninni orðið afmarkað og skilgreint. Þannig að það er rauninni, þetta er svona fyrsti liður í því gagnvart þessu, svona til upplýsingar. Takk fyrir Bragi. Það eru fleiri sem vilja tjá sig vegstæði í Laugardælalandi. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir máli nr. 3 á þessum 7. fundi bæjarstjórnar Árborgar vinsælskeiðu merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjórði liður á fjórða mál á dagskrá bæjarstjórnarinnar að þessu sinni það er vegstæði við Helli. Þetta er tillaga frá 9. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 12. október, liður 6, vegstæði við Helli. Sigríður Anna Ellerúk fyrir hönd Vegagerðarinnar lagði fram ósk að stofnuð yrði 97.587 fermetra lóð út úr Hellislandi. Mun hin nýstofnaða lóð í framhaldinu verða hluti af nýju vegsvæði Suðurlandsvegar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti stofnun lóðarinnar fyrir sitt leyti og lagði til við bæjarstjórn að stofnun lóðarinnar og heiti yrði samþykkt. Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þetta. Það er enginn sem vil tjá sig, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru máli nr. 4 vegstæði við Helli samþykkir vinsælskeiðu merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það mál nr. 5 og er af svipuðu meiði og þau tvö fyrri, vegstæði við Fossnes. Tillaga frá 9. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 12. október, liður 7, vegstæði Fossnes. Sigríður Anna Ellerúk fyrir hönd Vegagerðarinnar lagði fram ósk að stofnuð yrði 43.488 fermetra lóð út úr Laugardælalandi og einnig yrði stofnuð 15.327 fermetra lóð út úr Fossnesi. Mun hin nýstofnaða lóð í framhaldinu verða hluti af nýju vegsvæði Suðurlandsvegar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti stofnun lóðanna fyrir sitt leyti og leggur til við bæjarstjórn Árborgar að stofnun lóða og heiti verði samþykkt. Er einhverju sem vilja tjá sig Bragi Bjarnason til þetta? Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, svona rétt til að glöggva þeir sem skoða kannski teikningarnar á gögnin að þá kannski gott að hafa all útskýringar að núna sér fólk í rauninni þetta upp við í rauninni Biskupstungnabraut. Það er búið að í rauninni opna hringtorgi sem er, ef ekki að segja svona til framtíðar er það hugsa sem bráðabirgða tenging því að hugmyndin til framtíðar er að þarna muni koma mislæg gatnamót og því er verið að skilgreina lóðir sem ná svolítið umfram svæði sem er í dag því að þetta er þá svo helgunarsvæði sem Vegagerðin hefur til þess að fara í þessi mislægu gatnamót til framtíðar. Það einfaldar fyrir sveitarfélagi að fara í deiliskipulag umhverfis þetta svæði til að skapa mögulega verðmætar lóðir fyrir verslun og þjónustu og annað sem við viljum hafa nálægt þjóðveginum. Svo það komið fram líka að í samningnum sem sveitarfélagi gerði við Vegagerðina í vor, þar er
tekna fram líka greiðslu vegagerðinnar til þeir náttúrulega greiða fyrir þetta land bara þannig að það komi fram. Ég var ekki með tölurnar á reiðum höndum en það er sannlega greitt fyrir þetta. En svona til upplýsingar þegar við erum að skoða teikningarnar. Já, takk fyrir þetta. Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? Við erum að ræða vegstæðið Fossnes. Sinni tíð kynntist ég Gunnari frá Fossnesi. Hjúkrunarheimili hér með ömmu minni. Þetta var útúrdúr. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, að þá göngum við til atkvæða og þeir sem eru því samþykkir vinsamlega gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liðurinn á dagskrá 7. fundar bæjarstjórnar Árborgar, reglur úthlutun lóða í sveitarfélaginu Árborg. Tillaga frá 9. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 12. október liður 12, reglur úthlutun lóða í sveitarfélaginu Árborg. Skipulags- og byggingarnefnd fóru við reglur úthlutun á lóðum í sveitarfélaginu Árborg. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi breytingar vegna reglna úthlutanir á lóðum í sveitarfélaginu Árborg. Álfheiður Einarsdóttir álista hefur beðið orðið. Og ég gef orðið fyrir hann. Takk, forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar. Ég fagna þessum breytingum, mér finnast þær góðar. En ég hefði viljað sjá 8. greinina endurskoðaða vegna þess að þessi vilyrði lóðir sem eiga aðeins að notast við sérstakar aðstæður, alveg sérstaklega, hafa verið misnotað í gegnum tíðina. Það skapast ákveðin freistnivandi að lofa hinum og þessum einhverjum lóðum, gefa þeim vilyrði fyrir lóð, ef að við umorðum ekki þessa grein og breytum henni til betri veg. Þannig að ég saknaði þess svolítið að sjá ekki breytingu á 8. greininni til þess að koma í veg fyrir þennan freistnivanda sem sannanlega hefur sýnt sig að er til staðar. Já, þakka þér fyrir Álfheiður. Þá er Bragi Bjarnason hérist að beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, ég er sammála. Mér finnst þetta góð yfirferð sem starfsmenn og nefndir fóru yfir til að bæta við þessum 11. kafla til að skerpa á í rauninni skýringu á byggingarhæfi lóða, þannig að það sé bara skýrt til hvers er ætlast af byggingaraðilum og allir standi við sama borð þar. Þannig að það bara er mjög vel útskýrt þarna í reglunum. Varðandi spyrjum dálítið grein 8, þá er þetta bara góð ábending og heyrir eiginlega svolítið líka undir að við viljum kannski einmitt hafa þennan möguleika en bara undir ábyrgð okkar kjörinna fulltrúa að akkurat falla ekki kannski í eitthvað freistnivandi. Þeir nota þetta í þeim tilfellum sem það er ætlað með vilyrði lóða og þar liggur ábyrgðin hjá okkur fyrir öllum. Þannig að þetta er góð ábending. Takk fyrir. Þakka þér fyrir Bragi og þá hefur Arnar Freyr Ólafsson B-lista beðið orðið. Það var forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég er ekki komið með einhverjar ábendingar breytingu á reglunum og þessum reglum. Það eru í rauninni góðar og gildar í minni bók og bara ágætlega unnið og skýrt og gott að skýra þetta líka meðfram þeim vandar sem við stöndum frammi fyrir í hitaveitu og annað að tengingarnar verða að vera til staðar og möguleikin á það til þess að það sé hægt að telja lóðina byggingarhæfa. Og það er aðeins annað sem að vakir fyrir mér þegar við fyrir þessar reglur og ég ætla kannski að tengja þetta svo litið við liðin og eftir og bara við forláts ef að það er ekki rétt form að ræða tvo liði í einu en einhvað síður. Hér er verið að setja reglur og við erum á fullu í fjárhagsvinnu og við erum í rauninni núna svo litið að velta fyrir okkur hvernig getum við aukið við tekjur sveitarfélagsins. Inn í skipulags- og byggingarnefnd verða óskað eftir afnotunar landi til dæmis
frá sveitarfélaginu. Það verið að víkka út lóðir, það verið að veita vilyrði, það verið að leggja línu fyrir ljósleiðara á Eyrarbakka. Og ég ekk bæinn, skoðan og eins og aðrir borgarar og að velta þessum málefni fyrir mér sem að á okkur öllum brenna, það að segja hvernig náum við endur saman. Það verið ósk eftir kartöflugarði sem að hefur verið vissulega í afnotum innan sömu fjölskyldar í 100 ár. Afnota landi okkar alla. Er það endurgjaldslaust? Er einhver smuga til þess að fara að smíða reglur það? Beitarland, lagning línu í land sveitarfélagsins er ekkert endurgjald, vegna þess að klárlega er endurgjaldið alveg skilur sér fullkomlega þegar fólk er að nota línuna. Og allir borgararnir þurfa að borga fyrir þá notkun, en það er engin leiga fyrir það að leggja línu í land bæjarfélags. Af hverju ekki reglur? Af hverju erum við ekki að rukka fyrir? Ég bara ber þetta borð fyrir okkur og bara til umhugsunar. Erum við bara að rétta land allra bæjarbúa til afnota án endurgjalds? Og þess vegna kem ég fram undir þessum 7. lið til þess að kalla kannski eftir því og vísa því mögulega til skipulags- og byggingarnefndar eða inn í bæjarráð eða eitthvað slíkt að fara að skoða það hvort að við eigum að fara að búa til verðskrá fyrir afnot af landi borgarana innan árborgar. Ég held að þetta sé þörf umræða og legg það hér fram og hvet til þess að við hugsum svolítið út fyrir boxið og sjáum hvort að það sé lagaleg grundvöllur fyrir þessu. Takk. Þakka fyrir Arnar og þá hefur beðið orðið Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir og tilnefnendur. Ég vil bara nefna það hér að þar sem ég sit í skipulags- og byggingarnefnd þá fór fram mjög málefnaleg og góð umræða það sem að lýtur að endurskoðun á úthlutun lóða og er hér lagt fyrir bæjarstjórn. Og eins og allt annað þeirri nefnd þá var það unnið af mikilli vandvirkni og það góð samstaða. Ég vildi taka undir að það er sjálfsagt að ræða og velta fyrir sér vilyrðinu í 8. greininni þó að mín skoðun sé svo að það sé mikilvægt að hafa slíkt svigrúm fyrir stjórnvald hverjum sinni, en þá er mjög mikilvægt að tímapresturinn sé virtur til hins ítrasta. Það sé endurinn á vilyrðinu og hann sé alveg skýr. Af því að þegar að framkoma hugmyndir spennandi og möguleika á nýtingu lóðar sem jafnvel ekki tilbúnar til úthlutunar, þá er þetta ákvæði mikilvægt fyrir bæjarstjórn að hafa. En auðvitað er hægt að misnota það eins og annað eins og bent hefur verið á bæjarfulltrúi og ágætt og sjálfsagt að velta því fyrir sig hvort að það sé hægt að skilyrða það eitthvað frekar, hvernig vilyrðinu sé beitt. En allavega mín skoðun svo að það sé nauðsynlegt að það sé inni. Þessi grein sé góð og til bóta fyrir og þessi endurskoðun á reglunum almennt sé til bóta og þessu málum sé ágætlega fyrir komið í sveitarfélaginu Árborg, því að margar aðferðir úthlutun lóða hafa verið reyndar vitaskuld og allar eru þær umdeilanlegar eða undir rökræðu seldar og allar hafa það sína kosti og galla. Hitt sem ég vildi nefna sem að bæjarfulltrúi Arnar Freyr Ólafsson nefndi með heildar endurskoðun á nýtingu á sameiginlegu landi og mögulegri gjaldtöku fyrir það, þá er það mjög góðar hugmyndir. Fínt að fara í þá vinnu meðfram öðru á næstunni og hafa heildstæða
yfirsýn yfir það hvernig því væri best fyrir komið. Það geta komið upp alls konar góðar hugmyndir nýtingu á sameiginlegu landi til hagsbóta, allt frá eins og gert í dag með sem beitiland, kartöflugarðar, kálgarðar og annað yfir í umsvifa meiri hugmyndir. Já, fyrir Björgvin þá næstur í röðinni Bragi Bjarnason, Svissa röðinni, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég fagna þessari vinnu sem farið hefur fram en langaði svona kannski aðeins til upplýsingar að varðandi það sem að bæjarfulltrúi Arnar Ólafsson kom inn á varðandi beitilöndin, þá þessi vinna hafin. Það svona 3 vikur síðan ég hitti hann Ágúst Þór, starfsmann hjá okkur, og við settumst yfir þessi beitilönd og það sannarlega verið að rukka inn gjald fyrir þessi lönd og það að með minni 5% af fasteignamati og það bara mikil vinna sem í gangi núna við að kortleggja. Það alveg rétt að það eru lönd sem hafa verið í notkun sömu fjölskyldna í áratugi og það bara í góðu lagi á meðan það verið að greiða gjöld og allt eins og það á að vera. Það verið að skoða einnig auðvitað líka hvort að fólk sé búi í sveitafélaginu og svo skoða reglur varðandi úthlutun en öll lönd sem sem koma inn, þau bara boðin út aftur og það bara eðlilegt umsóknarferli en við erum að skoða þessi beitarlönd sem með þessa gömlu samninga, bara í rauninni að samræma jafnóðum að koma inn og þá þetta fyrir í þetta horf sem við erum komið með og þetta kerfi sem komið í gang núna. Mörg af þessum beitarlöndum sannarlega búin að vera, já, bara mann fram að manni ef maður getur sagt það svo, en þessi vinna hafin og bara í góðum farvegi. Takk. Takk fyrir Fjóla og þá hefur Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista. Forseti, já, við erum að ræða nýjar reglur úthlutun á óðæðissveitarfélaginu og vorum að ræða líka inn í það reglur land til beitar og ræktunar og það þetta gildandi reglur inn á heimasíðu sveitarfélagsins einmitt eins og bæjarstjóri kom inn á þetta með 5% af fasteignamati auk þess sem að leigutaki greiði fasteignaskatt. Þannig að það hefur verið innheimt af leigutökum gjald en að sjálfsögðu þarf þetta alltaf að vera til endurskoðunar allar svona reglur og þessar reglur voru samtar í mars 2021 en það bara alltaf eitthvað sem að betur svo augun og auga og alltaf þetta betrumbæta þetta. En varðandi úthlutunarreglunar sem hér eru til umræðu og umfjöllunar og afgreiðslu, þá bara ein svona lítil ábending að í 11. grein sem nú svona aðal breytingin, þar sem að skilgreind eru byggingarhæfi lóða. Þar svona brugðað þess út af þeim stíl sem annars í reglunum. Það alls staðar þegar vera upptalning í greinunum, þá alltaf A, B, C, D. Það þarf að laga þetta. Þetta svona kauðst bara. Það stílisti í pontu. En það var eitt sem langaði bara aðeins svona kannski að fá kannski skýringu á. Mér líst vel á þetta til bóta, þetta held að vera til bóta þessar breytingar. En þegar við erum að tala yfirborðsfrágang á gatnagerð, þá erum við að tala malbikaðar götur og gangstéttar, ekki satt. Já. En bara það sé alveg skýrt að yfirborðsfrágangur sé ekki eitthvað sem hægt að svona þegja og toga og það sé bara að sé búið að tefla og slétta úr mölinni. Það
afar mikilvægt að það skilji það allir eins. En annað var það nú ekki. Takk. Já, þakka þér fyrir Arna. Þá ætla ég að biðja hana Brynhildi Jónsdóttur að taka við að stýra fundunum. Já. Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og góðir tilheyrendur. Þetta finnst mér til bóta þar sem þarna er lagt til við breytingar á reglugerðum úthlutun lóða og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að það ríki það bæði góð samstæða og við séum líka duglega að endurskoða og breyta eftir tíðaranda hverju sinni og varðandi þessar reglur í heild sinni og auðvitað með nýtingu lands og okkar verðmæta sem við eigum saman íbúarnir. Og af því að bæjarfulltrúi Arnar Freyr Ólafsson nefndi það hér áðan að þá var það nú útskýrt hér með beitarlöndin sem dæmi og ég man nú ekki alveg hvernig reglurnar eru með lengd þeirra samninga, hvort að það er bara eilífu eða hvort þeir eru endurnýjaðir og hvort fresti og menn sækjum og hvort við auglýsum það og annað, það er náttúrulega spurningum formið á því og það er bara til þess að gæta jafnréttis við íbúana, það geta komið nýjir hestamenn og sem hafa áhuga á beit og sitthvað fleira. En það var annar áhugaverður punktur sem að Arnar nefndi varðandi þær reglur sem að sveitarfélagið hefur varðandi nýtingu lands og ýmsan annan hátt. Eins og til dæmis þegar að við gerðum samning 2015 eða eitthvað slíkt við Gagnaveitu Reykjavíkur lagningu á ljósleiðara hér sveitarfélagið og 16 og það tók nú tíma sinn og fá þá líka til þess að samþykkja það að gera það í öllu sveitarfélaginu. Þeir horfðu náttúrulega fyrst og síðast til þéttbýlisins hér á Selfossi þar sem þeir sáu mestu samlegð og sjálfsagt mestu framlegð fyrir sig peningalega en við vorum ekki fús til þess að skrifa undir á þeim tíma nema gegn loforðum það yrði klárað í öllu sveitarfélaginu. Við vissulega gátum ekki gert þá kröfur það að þeir myndu leggja í dreifbýlinu því það voru ákveðna reglur þar, sveitarfélagi, ríki og svo þeir aðilar sem í hlut áttu komu að því verkefni, þetta var það miklu dýrari og stærri framkvæmd að ræða. Mér finnst hins vegar skipta máli að þarna var auðvitað virkilega samfélagslegt verkefni að ræða, þannig að í raun og veru fórnin sem sveitarfélagið færir í slíku verkefni er auðvitað svo að leyfa þessa landnotkun undir allar þessar línur í þágu íbúana með beinum hætti. Síðan er auðvitað hitt hvernig við síðan fylgjum því eftir að gera mjög nákvæma úttekt á því hvernig svo frágangur og annað er. Af því nú eru sumstaðar verið, því ég keyrði nú meira bakki í morgun og sumstaðar er verið að rífa náttúrulega upp nýbættar gángstéttar og nýlagt malbygg og annað slíkt. Þannig að það er gríðarlega mikið atriði að þetta frágangurinn sé í 100% lagi. En mér langaði bara að nefna líka því að hann kveikti þarna á einni peru að þá var það nú þannig að það var lagður hér rafstrengur til Þorlákshafnar sem held ég að sé nú kölluð Selfosslína á hálfu Rarik og eða Landsvirkjun, ég man ekki hvort það var, eða það heitir eitthvað nýtt þarna sem sér þessar tengingar. Skiptir ekki öllu og þá var það þannig að það snerist það að þeir vildu leggja meðfram Eyrarbakkavegi og niður að endanum á Búgarðabyggð til suðurs og þar þvert yfir Mýrarnar og alveg niður að Ölfusárósabrúnni eða Óseyranesbrúnni, það hafi þetta rétt og það var síðan skilið á okkar hálfu að þeir myndu náttúrulega skipta þarna jarðveg og skilja eftir grófan mulning þar ofan þannig að í framtíðinni væri það einfaldar og auðveldar og jafnvel ódýrara fyrir okkur að leggja þarna göngu og hjólastíg. Og ég held að ég hef nú ekki labbað þarna niður til að skoða þetta hvernig þeir gengur svo frá þessu á endanum en þetta var áhugavert að við nefndir þetta og þá var þetta spurning því ég veit að þeir þurftu að borga bændum fyrir landnotkun að einhverju leyti
en sveitarfélagið gaf þetta eftir gjaldið á þessum forsendum. Þannig að hugsunin var þá svo að það kæmi göngu- og hjólastígur frá Selfossi alveg niður á Eyrarbakka og við vorum komið þarna með stíg á milli byggðarlaganna og síðan gæti orðið þarna til hlaupa og hjóla og gönguhringur fyrir neðan Tjarnabyggðina alveg niður að Ósarnesbrúnni og svo upp með Eyrarbakkavegi aftur. Þannig að það var hugsunin og það var raun og veru salan sem við gerðum en síðan hvernig því hefur síðan verið fyllt eftir að athugakortir hafi staðið fullkomlega við þann samning sem gerðu var. Það er svo eitthvað sem ég get ekki svarað en það var raun og veru gjaldið sem þið greiddu og átt að skilja eftir þannig að væri aðgengilegt fyrir okkur að gera þetta göngu- og hjólastíg í framtíðinni. Já, takk fyrir þetta Kjartan. Og Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, tekur aftur fundarstjórn. Þakka fyrir Brynhildur. Þá höldum við áfram og við erum hér í máli númer 6, reglur úthlutun lóða í sveitarfélaginu Árborg með svona eilítlum útúrdúr þar sem var verið að ræða hér landnýtingu og verðmæti þeirra sameiginlegu auðlindar sem við eigum hér, landið í okkar sveitarfélagi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða og þeir sem eru samþykkir þessum reglum við gefum ekki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá tökum við til við að fara yfir fundargerðir og mér langar að biðja Brynhildi Jónsdóttur varaforseta að taka hér við stjórn fundarins aftur. Já, takk fyrir það. Við erum komin í lið 6. 7. Það er til umræðu fundargerð almannavarna. Ráðs. Þú vill tjá sig það. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi og svo Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, mér langar bara rétt að koma því að almannavarnanefnd Árborgar hefur verið starfandi núna í hartnær 1 ár, eitthvað svoleiðis, og þar er bara verið að vinna á fullu, svo ég bara upplýsi það, svona ákveðna grunnvinnu og þar er auðvitað stendur hæst viðbragðsáætlun vegna samfélagslegra áfalla í sveitarfélaginu Árborg og eins og öllum er auðvitað kunnugt að þá búum við á þannig svæði að hér geta orðið bæði jarðskjálftar, eldgos og flóð og ýmislegt fleira. Og eins var það líka náttúrulega hér í COVID ástandinu. Þá hefði almannavarnanefnd sem hefði verið komið í fulla virkni verið ákaflega gott. Við höfum náttúrulega almannavarnanefnd Árnessýslu og störfum auðvitað náið með henni, en við erum í raun og veru bara í undirbúningsvinnu og við erum þar með mjög gott fólk, Viðar Arason og Sólveig Önnu, ekki Sólveig Anna, Arna. Sólveig heitir hún, já, Þórðarsdóttir, og það er auðvitað gríðarlega hægt fólk, þessar 2 manneskjur þarna og með mikinn viskubrunn í þessum efnum og það er ákaflega forvitnilegt og gott fyrir mig að starfa með þessu fólki því að þetta er auðvitað það sem við þurfum að vera tilbúin í þegar það kemur að þannig ástandi að við þurfum að beita viðbragðsáætlunum í þessa þágu. Þetta vildi ég bara geta og við erum bara full í þessu að undirbúa þetta og kortleggja þetta, síðan á að kynna þessar viðbragðsáætlanir fyrst meðal starfsmanna sveitarfélagsins og síðan með íbúum og öðrum aðilum hér, fyrirtækjaeigendum og öðrum þegar að þetta er tilbúið hjá okkur, en við erum semst á fullu að vinna í þessu. Já, við erum að ræða 7. lið, þannig að almannavarnaráð, fundargerð frá 7. fundi, haldinn 31. ágúst. Eru fleiri sem vilja tjá sig það? Ef ekki, þá býð ég Kjartani Björnssoni, forseta bæjarstjórnar, að taka á fundinum. Þakka fyrir Brynhildur. Þá höldum við áfram og þá er það næst 8. liðurinn á dagskránni félagsmálanefnd. 3. fundur haldinn 19. september síðastliðinn, er einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð?
Ef svo er ekki þá förum við í 9. lið sem er fundur félagsmálanefndar einnig. 4. fundur haldinn 30. september síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki þá förum við í 10. lið sem er umhverfisnefnd. 4. fundur haldinn 19. september síðastliðinn. Er einhverjum sem vilja tjá sig um þessa fundargerð? Bragi Bjarnason í lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Við erum búin að ræða stærsta liðið sem við vorum þarna, við vorum náttúrulega sorphirðu. Við erum kannski að segja frá því að nefndin er einnig að taka saman í rauninni hvað er búið að ávinnast í rauninni umhverfisstefnu sem var samþykkt þetta fyrir árið 2020 og í rauninni að uppfæra dagsetningar og endurskoða þá lið. Þetta stefnundur okkar eiga náttúrulega að vera lifandi plagg og nefndin er svona hefja þá vinnu að vinna í því. Þannig að við erum að kalla eftir upplýsingu frá einstaka sviðin sveitarfélaga hvað er búið að ávinnast og hvað getum við höfum verið að gera vel og hvað getum við gert betur. Því að og þessi vinna mun verða áframhaldandi bara hjá nefndinni næstu mánuði og á kjörtímabilinu. Takk fyrir. Já, þakka fyrir Bragi. Álfheiður Einarsdóttir á lista. Biðjum orðið. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar. Ég bara fagna þessari fundargerð. Ég svona nánast táraðist að gleði þegar ég las hana. Greinilega mikil og góð vinna innan nefndarinnar og mikil samstaða. Ég hef oft gert það umræðu hér á bæjarstjórnarfundum að mér finnst við sitja eins og í 2 íþróttakapphlið, minnihluti og meirihluti hver á móti öðrum og mér finnst það hallærislegt því að við erum öll að vinna saman í þágu íbúa og öll þessi 3 mál á þessum fundi nefndarinnar eru svo mikilvæg og ég vildi líka þakka skipulags- og byggingarnefnd fyrir að taka undir mál 3 sem er þessi efnistaka á Vikri sem fyrirhugað er á Mýrdalssandi og mun fara hér í gegn á öllum líkindum ef þetta nær fram að ganga. Þannig að þessi 3 mál, þessi nýja sorphirða, þessi endurskoðun á bara umhverfisstefnunni og þessi skýra afstaða bæjarfélagsins gagnvart þessum flutningum í gegnum bæjarfélagið. Ég táraðist bara gleði og ég vil þakka umhverfisnefnd fyrir góð störf og skipulags- og byggingarnefnd fyrir að taka undir lið 3 í fundargerðinni. Takk. Þakka fyrir Álfheiður. Eru fleiri sem vilja tjá sig 10. liðinn, umhverfisnefnd 4. fundur frá 19. september. Ef svo er ekki þá göngum við til 11. liðar. Það er frístunda- og menningarnefnd Árborgar, 3. fundur haldinn 20. september. Þá ætla ég að biðja hana Brynhildi Jónsdóttur varaforseta að taka aðeins við fundi. Já, takk fyrir það. Við erum að ræða fundargerðir, 11. lið frístunda- og menningarnefnd, 3. fund frá 19. september, 20. september, er eitthvað sem vil taka til máls? Já, Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúar. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það eru 3 mál sem er kannski langað að nefna á síðasta fundi frístunda- og menningarnefndar. Það er fundarshetja Árborgar, hugmynd sem kom frá íbúa og var tekin til umfjöllunar í nefndinni og samþykkt að vísa því til bæjarráðs og ég vænti þess að á næstu dögum verði sú fundarshetja kunngjörð og henni afhent þeirri persónu afhent viðurkenningin. Menningarsalurinn í Suðurlands, í menningarsalur Suðurlands sem er staðsettur í byggingu Hótel Selfoss. Þar stendur
verkefnið þannig að svo ég reki það örstuð hér þannig að bæjarfulltrúar og þá almenningur í leiðinni sé upplýstur það að árið 2016 að þá áttum við hér rúmlega eða dagsfund með þáverandi deildarstjóra í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Karítas Gunnarsdóttur, sem lést nú reyndar á dögunum, blessi minning hennar, og áttum henni svona góða yfirferð um stuðning ríkisins við menningarsali á landsbyggðinni. Þetta er frá 1999, minnir mig, þau lög, og þar var menningarsalur Suðurlands á Selfossi skilinn eftir. Og við vorum auðvitað aldrei sátt við það og það tók nú svona tíma sinn aldeilis að fá þingmenn og ráðherra af því borði. Svolítið meðlegt að menningarsalur hér fengi líka þennan stuðning og það eftir þennan gifturíka fund með Karítas þá tók þetta 2-3-4 ár í svona meðförum að fá þetta fram endanlega á þinginu og það var þá samþykkt að ríkið myndi greiða 60% af því að klára salinn og sveitarfélagið 40%. Það helgaðist af því að þeir eru vanir að vera með 40% og heimamenn 60%, en það helgaðist af því að sveitarfélagið leggur þarna inn þennan sal óinnréttaðan, þannig að þau ætluðu að taka eða ríkið koma með 60%. En þetta var árið 2016 og þá voru gerðar áætlanir þetta, hvað þetta myndi kosta og því miður að þá auðvitað svo upphæð orðið svolítið breytt, enda liðið núna bráðum 6 ár síðan og því það mjög knýjandi ef við ætlum að halda áfram með þetta verkefni að ríkið komi að því borði og klári sinn hlut, því að það var gerð núna á síðasta kjörtímabili mikil vinna undir forystu Guðbjargar Jónsdóttur sem var formaður þessa undirbúningshóps og við störfuðum þarna með henni, Tómas L. Tómasson, bæjarfulltrúi og ég og þar var unnin sem sagt forhönnun á þessu húsnæði og það var svolítið annað verð sem kom út úr því þegar allt var gert og á nýjasta gengi og gjaldskala. Þannig að við þurfum að sækja að ríkinu að klára þetta verkefni áður en við getum haldið áfram með það. Vonandi gengur það nú allt saman eftir en það er þegar hafnir fundir þau verkefni. Og síðan kannski í lokin það menningarmánuðurinn október, mér langar bara að minnast á það eru sem sagt feiknarlega góð vinna sem hefur unnið þar bæði í nefndinu og eins af starfsfólki menningarsviðs, Ólafur Ragnar Ólafsson og Margrét Blöndal, unnið þetta kostkeppni og undirbúið fyrir okkur og það voru 75 liðir fyrirhugaðir á dagskránni í október, eins og Margrét hefur orðað það fyrir fólk frá aldrinum 0 og upp í 111 held ég sagt og það margt gott og skemmtilegt þar farið fram og ég vil hvetja bæjarfulltrúa og íbúa til að taka þátt í dagskránni sem að eftir stendur á þessum mánuði og má geta í leiðinni í kvöld eru sögur af bakkanum, sögur menningar dagskrá á Eyrarbakka sem hefst klukkan 7 í Rauðahúsinu og ég vil hvetja ykkur til að taka þátt, svo það Stokkseyri í næstu viku og ýmsir aðrir liðir en þið fáið upplýsingar það á árborg.is. Fleira var það ekki. Já, takk fyrir þetta. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur orðið. Forseti. Ég kem hérna upp til þess að ræða lið 4, 5 og 6 í fundargerð frístundamenningarnefndar og mér langar til að gera athugasemdir við þau fundarsköp eða vinnubrögð sem eru viðhöfð í nefndinni. Það eru þarna 3 liðir á fundinum af ekki fleiri en 7 liðum sem eru teknir inn með afbrigðum á fundinum. Og þetta nú ekki rétt gert af því að það þarf að bera hvert og eitt lið upp í upphaf fundar og fá fundamenn alla til að samþykkja að þeir samþykkja mál séu tekin inn á afbrigðum.
það er ekki gert í fundagerðinni eða á fundinum. Svo er annað að öll þessi mál, það er ekkert að þessum málum sem að liggur lífið við. Þetta eru allt saman mál sem hefur getað beðið fram að næsta fundar frístunda menningar. Öll málin. Það voru nú, tvö af þessum málum voru endurskipun í nefndir sem þegar voru til og það auðvitað var eðlilegt að endurskipi þær nefndir en það hefði ekki skipt neinu máli þó að það hefði beðið í 4 vikur. Síðan er þarna 5. liðurinn sem er nýtt mál og það er engin gögn sem fylgja neinum af þessum málum. Það er ekki hægt að setja sig inn í málin og undirbúa sig eitt fyrir þá sem er í nefndinni. Og fyrir mörgum árum síðan þá var afnumið í fundabóðum sveitarfélagsins Árborgar önnur mál. Það var meðal annars til að koma í veg fyrir þetta að það lægi ekki fyrir gögn fyrir fundunum og þegar að mál eru tekin inn á afbrigðum þá eru það augljóslega mál sem liggur á. Við höfum tekið málum í afbrigðum ef að hafa til dæmis komið inn leyfi fyrir skemmtanaleyfi eða einhvers konar leyfi sem að hafa komið seint inn og það er ekki tími til að bíða eftir næsta fundi. Það er eðlilegt. Ef það er einhver mál í samfélaginu sem að er mikil hitamál sem að bæjarstjórn tekur ákvörðun eða bæjarráð tekur ákvörðun að bóka eða eitthvað slíkt. Það eru sem sagt brýn mál sem þola enga bið en þessi 3 mál eru allt saman mál sem hefðu átt að bíða næsta fund. Og við verðum, við bæjarfulltrúar, við verðum bara að sýna það að við kunnum góða stjórnsýslu og vöndu vinnubrögð og það er sjálfsög krafa að við förum eftir reglum sem fundarsköp gilda. Og það er, eins og 5. málið til dæmis, að það er alveg meira en svo að leggja svona fram, af því við erum þegar að veita verðlaun í sveitarfélaginu. Þetta getur alveg hljómað vel og verið góð hugmynd, en við verðum að rökstyðja svona hugmyndir, af því við erum þegar að veita til dæmis menningarverðlaun. Það eru fundarsetjur og þeir sem að leggja mikið til samfélagsins sem við viljum verðlauna. Við erum að veita umhverfisverðlaun þeim einstaklingum eða félagasamtökum sem hafa lagt mikið til með sjálfboðnu starfi, fólk sem hefur verið duglegri en aðrir og hafa lagt mikið til varðandi umhverfismál. Þannig að við þurfum að vanda til hvað þýðir það, hvaða reglur erum við með og hvernig tökum við ábendingum, hvaða nefnd á að velja þennan einstakling og hvaða reglur gilda þetta. Þannig að ég vil bara leggja það áherslu að við vöndum okkur í stjórnsýslunni. Svona getum við ekki unnið. Það er bara, þetta gengur ekki að það sé dúkki bara upp fullt af málum á einum fundi sem er engin undirbúningur fyrir og þar sem að nefndamenn hafa engin tækifæri til að skoða málið. Annað var það ekki bilið, takk. Já, takk fyrir þetta, Arna, og fyrir brýninguna. Við erum að ræða ennþá fundagerðir og erum í 11. lið við frístund og menningarnefnd og Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Já, forseti, bæjarstjórnarmenn og aðrir tilheyrendur. Það er 4. liðurinn sem ég vil kannski fara yfir og það er menningarsalurinn í Suðurlands. Og nú er svo komið að við erum búin að hitta ítrekað aðra sveitarstjórnarfulltrúa á ráðstefnum og þetta hefur færst í tal og það hefur verið skipun nefnd til þess að hafa umsjón þessi mál og vera ráðgefandi. Og ég hef rætt þetta mál við aðra sveitarstjórnarmenn á Suðurlandi. Og þar hafa komið fram áhyggjur af því hvort þetta sé einkamál Árborgar ef að þetta er kallaður menningarsalur Suðurlands. Og auðvitað liggur okkur öllum á að koma þessu að og koma þessu á.
og það eru mjög skiptar skoðanir það hvernig þessi menningarsalur Suðurlands, hvar hann á að vera, hver framtíðarsýnin og svo framvegis. Þannig að ég vil bara hvetja nefndamenn og formann menningarnefndar að kalla til önnur bæjarfélög á Suðurlandi til þess að ræða framtíðarsýnina menningarsal Suðurland. Annars verður þetta bara menningarsalur Selfoss í Hótel Selfossi. Og það eitthvað sem ágætt og fínt eða menningarsalur Árborgar. Ef við ætlum að halda þessu máli hjá okkur, þá það þannig. En ef við ætlum að kalla þetta menningarsal Suðurlands, alveg eins og Hof fyrir Norðurlandið og Harpan fyrir höfuðborgina, að þá verðum við að sýna það þroska að sækjast eftir því að fá álit allra sem að eiga að nota þennan sal og njóta þess þeirra viðburða sem að fara þarna fram, hafa aðgang að því með sinn menningar uppákomu og aðstoða við að afla fjár. Ef að við sýnum breiða samstöðu á Suðurlandi til þess að afla fjár inn á Alþingi eða til ráðuneytisins eða hvernig sem það fer, þá held ég að okkur farnist miklu betur í að klára þetta mál með sóma. Þannig að ég vil kannski bara vísa því fram og koma því á framfæri segja að við sýnum forstöðu í þessu máli, við förum fram og öflum samstöðu meðal sunnlenskra sveitarstjórnarmanna og sunnlendinga almennt og sækjum fram saman, ekki einn. Takk. Já, takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Næstu við beðum orðið Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ábending Örnu er á algjörlega rétt á sér, og þetta nú bara einfaldlega þannig í þessu tilviki, og þetta verði ekki vinnubrögð nefndarinnar að mál sé tekið með afbrigðum nema algjörlega sérstakt mál sé að ræða eins og hún réttilega nefnir. Og þannig að Gunnar Eysteinsson sem að starfar í samráði við formannum að setja upp dagskrá fundan og annars slíkt, við vorum algjörlega sammála að þetta veri ákaflega óheppilegt, en það lá til einn lið, þennan númer 6, að það var þrýst á okkur að setja inn þennan vinnuhóp og við ákváðum að verða við því, og úr því við vorum aðeins og þá tókum við hinn 2 málin það kann alveg að vera mistök og mátt alveg bíða mánuð, en ég biðst þá bara afsökunar á því, en þetta verður ekki svona hjá nefndinni, það liggur alveg fyrir, en við ræddum þetta í nefndinni. Það ákaflega gott fólk sem komið í þessa nefnd og það ákaflega skemmtilegt hvernig samræður og samstarf fer þar fram. Það allir á sama bátum og við vorum sammála að hreyfa þessu í gegn. Það kann að vera að það hef ekki verið, við tókum það öll í einu inn og það rangt líka, en þetta skýringin á því, akkur þetta var fyrir svona. En varðandi það sem að bæjarfulltrúi Arnar nefndi hér áðan, að þegar þetta verkefni fór af stað, sem var nú náttúrulega á alveg hreinum núllpunkti árið 2012 og það var eiginlega á algjörum núllpunkti, voru allir búin að afskrifa þennan sal í huga sínum og allt þetta, þá hófst þessi vinna og mjög fljótlega verður þetta vinnuheiti menningarsalur Suðurlands uppi á borðinu. Og svo það sem þú sagt og farið yfir það hér í örstuttu máli, að þá samstarfið við önnur, nú náttúrulega komið, Arnar náttúrulega búin að sækja núna fundi og það komið fullt af nýju fólki sem kannski ekki algjörlega meðvitað það sem að gengið hefur á hér áður. En á 1, 3 eða 4 satsingum höfum við sem fulltrúar Suðurlands sammælst það öll að ríkið komi að þessu verkefni fyrir menningarsal Suðurlands, og þar hefur ríkt alveg svo ég best viti mjög góð samstaða. Í héraðsnefnd Árnesinga höfum við rætt þetta nokkrum sinnum og þar hefur verið ályktað á báðum þessum stöðum alveg skýrt og skorunhart með verkefninu,
Þannig að það hefur verið gert og síðan hefur öllum þingflokkur sem hingað hafa átt leið hér bæði á ferðalögum og annars slíkt verið boðið hér inn og þingmannahópunum úr öllum flokkum á Suðurlandi og þingmönnum annars staðar. Allir sem vilja koma, við allir fengið leiðsögn og kynningu á þessum sal, hann verður ákaflega vel meðvituð. En það eins og með önnur verkefni, ef þau taka langan tíma, eins og þetta verkefni sannlega tekið, að þá það einfaldlega þannig að það alltaf verið að endurnýja og það kemur nýtt fólk og við heyrðum það nú á fjármálaráðstefnunni frekar en þingi Landssambandsins að það væri eitthvað á milli 50 og 60% endurnýjun í sveitarstjórn, þannig að eðlilega fullt af fólki sem að veit eiginlega ekkert hvað þetta fjallar, þannig að en það hefur verið leitað eftir mjög sterkri samstöðu. Hins vegar, þá þetta húsnæði á forræði sveitarfélagsins Árborgar. Það hefur verið rætt lauslega og á þessum þingum bæði Sambands Sunnlenskra og héraðsnefndinni að þegar það kemur til rekstrar þessar salar og þá munu menn sameinast það, því það staðreynd að menningarlega séð þá munu kórar af öllu Suðurlandi, leikfélög og fleiri aðilar að sjálfsögðu hafa þarna aðgang í þetta og það auðvitað hugsað þannig til þess að styðja og styrkja menningu á okkar svæði öllu, ekki sveitarfélagsins Árborgar einu og sér. Jafnvel þó að við munum eiga þarna mjög stóra meirihluta en það hefur enginn hins vegar hreyft máls á því ennþá að koma að fjárfestingunni sjálfri, en menn hafa talað svona lauslega reksturinn. Og ég tel alveg fullt erindi til þess að við leitum eftir því þegar að fram í sækir að það komi fleiri að þessum rekstri. Þetta var bara mjög gott og alveg rétt með hjá þér Arnar að nefna þetta svona, en þessi vinna hefur farið fram. En svo bara vandamáli að það alltaf verið endurnýjað, það kemur nýtt fólk. Þannig að við þurfum auðvitað að halda áfram að ræða máli við okkar fólk, því að það auðvitað spenningur í huga margra og það þarf ekkert að fjölyrða það að í þessar uppbyggingu sem á sér stað til dæmis hér í okkar sveitarfélagi, að þá sjá það allir með uppbyggingu á miðbænum, síðan eru hótel að vaxa og jafnvel fleira að koma í miðbæinn, þá auðvitað það sem vantar inn í þessa púlju er stór menningarsalur fyrir auðvitað allar uppákomurnar, tónleikana og allt sem í gangi, þannig að hann á ennþá algjörlega fullt erindi að mínum að. En við höfum leitað eftir samstöðu og hún hefur verið til staðar hjá þessum hópi, en eins og segir það endurnýjun sem Já, takk fyrir þetta. Kjartan, eru fleiri sem vilja ræða fundargerð númer 11, frístundamenningar, bæjarfulltrúi Arnheiður Gunnarsdóttir, kjörsvar. Forseti, já, mér langar í rauninni bara að taka undir það sem Arnar Freyr ljáði máls á áðan varðandi þetta að ef að við ætlum að kalla þetta fyrir menningarsal Suðurland, þá verðum við, ef það sést á að standa undir nafni, þá verða náttúrulega aðrir að koma að þessu heldur en sveitarfélag Árborg. Það alveg augljóst, koma að því að vinna þessum undirbúningi. Hins vegar, þá verð ég að segja, því ég búin að ræða þetta við ansi marga sveitarstjórnarmenn og síðkastið og líka á síðasta kjörtímabili. Og ég verð nú að hryggja þessa samkomu með því að mér finnst fólk ekki jákvætt á því miður. Í nágrannasveitarfélögunum okkar, eins og staðan er í sveitarfélögum á Íslandi í dag, þá bara staðan mjög þröng. Það bara erfiðir tímar eins og við vitum, varðandi fjárhag sveitarfélaginu og fólk þarf að forgangsraða rosalega stíft í hvað peningarnir eiga að fara. Ég meina núna þegar allir þurfa að vera að byggja nýja skóla og stækka leikskóla og það er eina sem að við einhvern veginn komumst af með, að þá verða eðlilega svona mál, þá hafna þau alltaf neðst í goggunarröðinni. Og svo búum við auðvitað við það, við erum náttúrulega með þessa miklu nálægð við höfuðborgarsvæðið og fólk af okkar svæði við auðvitað sækjum gríðarlega mikið menningu til Reykjavíkur þó að menningi héraði skiptir rosalega miklu máli. Ég er ekki að tala það. En þá búum við svolítið mikið öðruvísi heldur en til dæmis Norrlendingar og fólk á Austurlandi. Þetta allt öðruvísi. Þannig að ég
auðvitað væri gaman ef við næðum samstöðu og samtali við nágranna sveitarfélögin okkar einhverja aðkomu að þessu. En ég meina, fólk getur ekki einu sinni komast að samkomulagi um húsnæði undir héraðsskjalasafn sem við þurfum þó að reka. Það er ekki nokkuð leið, það er búið að vera í mörg ár að reyna að fá niðurstöðu það mál. Og það er skylduverkefni. Þannig að ég er svona pínu svartsýn þegar kemur að samstarfi varðandi þetta, en auðvitað vona ég bara að mín svartsýni hafi ekkert fósforgildi hvernig gangi, en það er allavega svona eins og staðan í samfélaginu og það sem ég hef heyrt frá nágranna sveitarfélögum okkar, þá er ég ekkert alltaf björnsýn. Takk. Já, takk fyrir þetta. Arnar Freyr Ólafsson hefur beðið orðið, bæjarfulltrúi. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er akkurat ástæðan fyrir því að ég tek undir með bæjarfulltrúarnu að ástæðan fyrir því að ég er að hvetja til aukins samstarfs við aðra sunnlenska sveitarstjórnarmenn einmitt þetta viðhorf að fólk ekki jákvætt fyrir því miður. Og þess vegna held ég að er ég að hvetja til þess að það sé farið út þegar áætlun er komin og hvernig framkvæmdaáætlun verður lögð fram, hvernig við sjáum þetta fyrir og hvað gerist. Er þetta skref í áttina að stærra húsi og svo framvegis. Þannig að ég held að við ættum í rauninni að leggja mikið púður í þetta og þá þarf að selja hugmyndina. Við viljum öll fá menningarsal á Suðurlandi hingað í Árborg og það mun ekkert gerast að sjálfu sér. Það er búið að leggja til fé í ráðuneytinu sem að við erum öll hvött til þess að sækja í. Og það er ekki hægt að funda í þessari undirbúningsnefnd á mánaðarfresti. Það er ekkert í boði. Ef við ætlum að ná árangri í þessu máli, þá verðum við að þrýsta þetta áfram og virkilega leggjast á árangri. Þannig að það verður talsverð vinna ef við ætlum að ná árangri í þessu. Þá verður mikil vinna framundan í þessari nefnd að ná samstöðu á Suðurlandi og svo selja hugmyndina víða og svo til Reykjavíkur til þess að fá þjóðs. Það er alveg ljóst. Já, takk fyrir þetta. Arnar Freyr, Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það hefur nú, svo sem við kannski þurfum ekki að festa okkur við það, vinnuheitið er sannarlega menningarsalur Suðurlands. Við getum alveg kallað menningarsal Árborgar eða Íslands eða hvað sem er. Við þurfum ekki að festa okkur við þetta vinnuheiti í sjálfum sér. Það er ekki búið að velja endanlegt nafn og salur. Það lítur að verða gert þegar hann verður tekinn í gagnið. Og það er allt fullt bæði af fyrirtækjum og öðru sem kalla sig jafnvel langt yfir sitt vinnusvæði og ég myndi eftir bara mjög fljótlega hér, Efnalög Suðurlands. Og það er alls konar fyrirtæki og annað sem tilengja sér stærra svæðin jafnvel viðskiptasvæði þeirra ná yfir án síðan að draga þetta ágæta fyrirtæki inn í þetta. En það finnst mér nánast klárt aukaatriði þannig. Þetta er bara vinnusalur og við vorum að þetta fást við þingmenn Suðurlands þegar við vorum að vinna í þessu verkefni og okkur tókst það og við erum auðvitað komin af stað með því framlega sem þar verður. Og síðan svo það sé sagt líka að þá er það einfaldlega þannig að rekstrar aðilar í þessu húsi hafa auðvitað það er skyldur ef að þessi salur verður að veruleika sem er ekkert ef í mínum huga að þá hljóta þeir að gera sig grein fyrir mikilvægi þess að koma inn í þetta verkefni líka og það eru þreifingar núna búin að vera í hótelinu með jafnvel nýja eigendur og þeir hafa lýst yfir áhuga á og jafnvel að koma með fjármunum og fleira. Þannig að þetta er svona alls konar vangaveltur þessu vinnur nefndin í og við sjáum svo til. En það er einfaldlega þannig, það þarf stundum að reiða hnefann fram þegar menningin er annars vegar, svo það sé nú sagt, og hún hefur nánast alltaf þurft að víkja fyrir öllum öðrum málefnum. Og við þurfum auðvitað að hafa lífið skemmtilegt og þar kemur menningin inn í og ég segi bara
við gefumst ekki upp, við höldum áfram. Já, takk fyrir þetta, Kjartan. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi 11. lið? Ef svo er ekki, þá býð ég Kjartani Björnssyni forseta bæjarstjórnar að taka við fundinum. Þakka þér fyrir, Brynhildur, og ég lofa því að hjá mig ekki meira á þessum fundi nema til að stýra honum. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, að þá förum við hér í 12. lið sem er skipulags- og byggingarnefnd, 8. fundur haldinn 27. september. Þeir sem vilja tjá sig um þennan fund. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Já, virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ástæðan fyrir því ég fór upp í lið 6 áðan að það var einmitt þessi fundargerð sem er núna til umfjöllunar. Og það er þetta orðalag sem að kann að vera að ég hafi misskilið og var þar að leiðandi að kalla eftir einhvers konar reglum. En hér er sko raunverulega eru lagðar fram tvær beiðnir í lið 5 og 6 í hérna fundargerð. Það er ósk afnotalóð og beiðni heimild til nýtingar lands á Eyrarbakka. Og vissulega er alveg ljóst að það eru til reglur beitarlöndin og slíkt og bara gott að það kom fram og fínt að ræða það á þeim grundvelli. En ég skildi þetta bara svona að þarna var verið að óska eftir afnotum eða nýtingu á landi sem er í eigu sveitarfélagsins. Það var ekkert nefnt varðandi leigu, varðandi endurgjald á þessu. Og þess vegna fór ég nú aðeins að huga að þessu og fór að huga aðeins að málunum víðar og velta fyrir mér hvort að við séum hreinlega að láta frá okkur land til afnota til þess að reka fyrirtæki eða taka kartöflur, sjálf sér ágætt sko, og ég er alls ekkert á móti því. En hins vegar er ég á móti því að land sveitarfélagsins sé lagt fram til afnota í rekstur, fyrir undir rekstur sem er endurgjaldslaust. Ég er ekki að taka afstöðu til endurgjaldsins hvað það á að vera. Ég er ekki að segja að það þurfa að vera eitthvað óbóðslega hátt. Ég er hins vegar að segja það að í prinsippinu er ég á móti því að eignir bæjarins séu nýttar til þess að skapa sér arð án endurgjalds. Og það var einmitt þess vegna sem ég kallaði eftir þessum reglum og þess vegna fór ég svo líka að ræða línumálin og lagnir og annað að við skulum líka huga að því að þegar við erum að heimila svona lagningu einhverja línu eða hvað það er. Endurgjaldið í dag, hvert er það? Hvernig ætla bærinn að fara að semja að leggja fram land ef að við erum ekki með neina reglur það og við getum vísað til þessi samningaviðræðum við enga eða Landsvirkjun eða Landsnet eða hvað það er. Ef við erum búin að marka okkur stefnu það að fermetrinn er bara á þessu verði, ef þú ætlar að leigja hann til eilíðar að 40 ára, þá er þetta verðið og það er hugsanlega til endurskoðunar á 5 ára fresti með tilliti til verðbólgu eða hvað það er. Ef við höfum þetta ekki og vissulega höfum við þetta hluta til í beitarlöndunum og slíkt, en ég er einfaldlega að kalla eftir því að það sé samræming og við hugsum svolítið fyrir hag sveitarfélagsins hvernig getum við í rauninni lagt fram land, fengið sanngjarnt endurgjald fyrir borgarinn. Takk. Já, þakka þér fyrir Arnar og Bragi Bjarnason, B-lista. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, ég held að við deilum algjörlega sömu skoðun með það Arnar að við viljum að það land sem sveitarfélagar að veita þetta sé eitthvað endurgjald á móti þannig að samfélagi njóti góðs af því. Og þarna er akkurat, svo nefndin var afgreiður en þessi beiðni heimild, þar er henni vísa til mannvirkja og umhverfissviðs sem sér þessi mál samkvæmt samþykkt og alltaf gott, við erum náttúrulega að koma hérna líka upp til að upplýsa.
raunum að það alltaf spurning hvort að ég skerpa enn betur á bókunum og vísa í samþykktir sem eru nú þegar til, þannig að það sé bara greinagott og allir skilji. Því að fólk ekki endilega að fara mikið heimasíðuna og leita samþykktir þar eftir svona, heldur bara skoða bara bókanefndar. Og síðan í rauninni í máli 8 það sem í rauninni óskum afnot, en kannski í inngögnum er verið að vísa í fyrirtæki sem er að leita eftir fyrirspurn lóð og því var ákveðið að fresta því að það þarf að fá meiri upplýsingar hvað er verið að ræða vegna þess að ef slík starfsemi eða slíkt færi fram að ganga þá er alltaf í rauninni eftir að gera í rauninni lóðaflað fyrir þetta og þá fer bara annar farvegur í ganga, þú ert rukkaður samkvæmt gjaldskráðurinn ef það eru leyfðar byggingar á því þegar upp er staðið, en slíkt getur kallað á deiliskipulagsbreytingu, útgáfu lóðaflags og annars slíkt, þannig að það er alveg sér ferlið það. Þannig er í rauninni eingöngum að ræða fyrirspurnin en getur verið villandi fyrirsögnin í málunum. Önnur mál sem voru tekin þetta fyrir eru svona fjölbreytt afgreiðslumáli, getur sagt að þannig valdur og bara hvet er unni íbúið til að kynna sér þessa fundargerð sem og aðrar til að fylgjast vel með. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi, fleiri sem vilja tjá sig um þessum lið. Skipulags- og byggingarnefnd, Björgvin Ingi Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vildi bara rétt minnast hérna á mál númer 7 sem svona athyglisvert mál sem var rætt í nefndinu og var ágætt samstaða það er sem sagt óskun lagfæring á skráningu og afmörkun lóðar sem heitir Jóagerði og Skúli Steinsson eigandi þess óskar eftir afmörkun gerðisins verði að spildunar verði færð til fyrra horfs í samræmi við girðingar frá fyrri tíð eins og segir hérna í fundargerð. Gerðið er skráð í þjóðskrá 2 hektarar en samkvæmt afsali frá 86 er stærð tilgreind 1,86 hektari og telur eigandinn að sveitarfélagið Árborg hafi fyrir tæpum 20 árum síðan staðið fyrir mæling á landinu og breytt skráningunni í 1,2 hektara. Skipulags- og byggingarnefndin fól skipulagsfulltrúa og afla frekari gagna með það að markmiði eða hvort að komi til greina að landi borg verði sameinað Jóagerðinu og við það myndi verða til spilda sem að stærð í því sem að kemur fram í tilgreindu afsali frá 1998. Þetta mál hefur verið lengi að ég held í gangi hérna í sveitarfélaginu og eigandi gerðisins sótt það sem réttlætist mál að færa þetta til fyrra horfs og hef ég allavega mikla samúð með málstað þeirra sem að eiganda Jóagerðisins sem að þetta nái fram að ganga. Það kemur í ljós þetta en þetta fekk málefnalegar og góðar viðtökur í nefndinni og nú býður það skipulagsfulltrúa eða nefndarinnar að skipulagsfulltrúi leggi frekari gögn fram fyrir nefndina þannig að sé hægt að taka endanlega ákvörðun þetta mál sem að vonandi verður með þessum hætti sem að sagt er hér hvort til greina kom. Já, það fyrir Björgvin eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum 12. lið Skipulags- og byggingarnefndar. Ef svo er ekki þá förum við í 13. lið og það er bæjarráð, 12. fundur bæjarráð haldinn 7. október síðastliðinn. Álfheiður Einarsdóttir álista. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar. Ég ætla að taka til máls undir lið 3 í fundargerð bæjarráðs og þá er það þá aftur menningarsalurinn í Hótel Selfoss. Við í Áfram Árborg erum mjög áfram að efla menningu og listir í þessu breytingu. Á listanum er ágætt blanda bæði innfæddra og aðfluttra, yngri og eldri. Og við erum nokkurn veginn öll sammála að þessi hugmynd að menningarsalur sé staðsettur á hóteli í sveitarfélaginu sé barn síns tíma.
Við teljum það ekki í verkahring sveitarfélagsins að reka ráðstefnusal fyrir hótel. Þetta verður ekki menningarsalur. Þessi salur verður mjög líklega góður fyrir tónleika. Það verður ekki hægt að halda myndlistarsýningar. Leikfélagi getur ekki verið með leiksýningar þarna ef að þær standa yfir lengri tíma vegna þess að þau þurfa að taka saman allt sitt habitas, sviðsmynd og allt saman á hverju kvöldi. Þannig að þetta verður ekki menningarsalur. Þetta verður tónleika og ráðstefnusalur. Við fjármögnum fyrir hóteli. Þannig að okkur finnst þetta barn síns tíma og við beinum því til að því okkur langaði í innan vinnuhóp, komumst ekki. Og við vildum beina því og það var samþykkt að bæjarstjóra yrði falið að gera erindisbréf fyrir hópinn þar sem framkoma markmið og tímarammi. Að við vildum beina því til bæjarstjóra að einhvern veginn að erindisbréfið yrði orðað þannig að fleiri kostir heldur bara menningarsalur á Hótel Selfossi. Að það væri hægt að horfa til einhvers annars. Það er til fullt af öðrum lausnum. Við erum ekkert endilega að tala um menningarhús og ég verð að taka undir á kollegum mínum áðan að fara að kalla þetta, þó að þetta sé bara vinnuheiti, menningarsalur Suðurlands. Að þá er það bara hloki. Hreinn og beinn hloki. Án þess að ráðfæra sig við sveitarfélög önnur á Suðurlandi. Að mínum að, nú er ég að tala fyrir mig, ekki áframhald. En við, okkur finnst þetta metnaðarlaust. Við viljum ekki standa í því okkur finnst þetta svolítið 2008 að sveitarfélög sé að reka ráðstefnusali fyrir hótel. Það er árið 2022, það eru mjög þungt á, við erum öll nýkomin að fjármála ráðstefnum sveitarfélaga. Þetta verður mjög þungt og ef við lítum bara til 10, 20, 30 ára að þá er þetta ekki framtíðarlaust fyrir sveitarfélagið Árborg í örum vöxt. Og sannarlega ekki þess að efla hvorki menningu eða list. Takk fyrir Álfheiður og Bragi Bjarnason Gilstam. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, mörg mál á dagskrá bæjarráðs líkt og endra nær í hverri viku og góðar umræður alltaf og bara þakka öllum fulltrúum þar fyrir gott. Bara varðandi menningarsalinn, þetta er eðlilegt, þetta er stórt mál og eðlilegt að við höfum mismunandi skoðanir og náttúrulega hlutverk hópsins eða endurskipunar sem hópa er náttúrulega að taka stöð á verkefni og meta og þá þarf að leggja fram með hvernig staðan er. Það sem var unni fyrir af hópnum og afur sem lá fyrir síðastliðið haust, þar var hugmyndin einmitt að byggja nýtt hús og áætlaður kostnaður þá var 2,5 milljarðar en rauninni að nýta þennan sal og klára hann með svona því fullur sem það var, þá var 1,1 milljarður, þannig að á þeim tíma sem haustið 2021 var samþykkt að fara þá leið frekar en að byggja nýtt en akkurat hlutur hópsins núna er eðlilega að taka stöðuna og sjá hvort við vinnum áfram með þessa hugmynd sem var samþykkt á þeim tíma. Annað bara náttúrulega fagna og bara benda á í þessu áður hvernig maður alltaf að kynna þessari fundargerðir, en það var náttúrulega mjög flott að við tókum fram svona til þess að eftir erindi frá UNICEF að rauninni að segja að það er verið að hvetja sveitarfélög til að stofna ungmennaráð og við gátum svo sannarlega sett fram að við erum búin að vera með mjög öflugt ungmennaráð síðan 2008 og bara til þess að varpa því fram, það er mjög jákvætt og síðan fáum við að við erum að vinna í fjárhagsráðstöfunarvinnu og það er alls ekki skemmtilegur að vera að taka fyrir erindi bréf frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga en það var lagt fram til kynningar sem var að verða að benda okkur á ákveðna hluti sem munu sannarlega nýtast okkur í umræðum fjárhagsráðstöfun og við uppgjör sveitarfélagsins. Og að endingu svona bara að nú var haldin kynning fyrir íbúa sveitarfélags tillögu breytingu eða hugmyndir þess fyrirtækis að deiliskipulagsbreytingu fyrir miðbæ Selfoss og sveitarfélag og bæjarráð var búin að samþykkja að sveitarfélag myndi taka þátt í samráðshópi til þess að leggja upp þær tillögur og þarna var tekið fyrir
tillögur að aðilum sem eru í þeim samráðshópi ásamt síðan setjunni þróunarfélag sem myndi skipa sína og þessi hópur tekur núna til starfa með fljótlega og þann þarf að stilla öll upp hvað gengur upp og hvað gengur ekki upp í þessu þannig að það verði raunatillaga sem verði lögð fram fyrir íbúa til kosningar eins og kom fram á kynningarfundinum. Þannig að sú vinna í rauninni verður í gangi núna næstu vikur og mánuði áður en að íbúar það geta tekið endanlega afstöðu. Þannig að já, takk fyrir. Takk fyrir Bragi, eru fleiri, Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista. Já, forseti bæjarfulltrúar og herrendur allir. Rétt aðeins sambandi við menningarsalinn, þetta eru fínar umræður og eðlileg. Það er eðlilegt að séu skipta skoðanir þetta mál. Þegar að þetta konsept menningarsalur Suðurlands eins og þetta var kallað þá fór af stað fyrir kannski liðlega 20 ára síðan þá var það átaksverkefni á vegum ríkisstjórnarinnar að setja fé í fjármögnun á menningarsal í hverjum fjórðungi held ég það hafi verið og Kjartan forseti kannski leiðrétti með það rangt munað hjá mér ég minnir að á Suðurlandi hafa nú verið valinn staður í Vestmanni og þetta var svona hér og þar hipsum haps stundum var verið að betur bæta gömul félagsheimili það er náttúrulega menningarhús með ýmsum skilningi út allt Ísland öll félagsheimilin og hitt og þetta en þetta var átaksverkefni, þetta var til að efla menning og listir á landsbyggðinni, styðja við landsbyggðina og allt er besta mál. En einhvern veginn þá fór þetta fram hjá Selfossi og Árnessýslunni eða Suðurlandinu í þeim skilningi að salnum var, sem var auðvitað líka þið besta mál valinn staður í Vestmannaeyjum, en auðvitað gefur auga leið að það verður aldrei í þeim skilningi menningarsalur allra sunnlendinga í þeim skilningi að við sækjum hann ekki svona nema af og til og í sérstökum ferðalögum, eða svo má segja. Fyrir 20 árum líka, þá eftir að þetta fór af stað og menningarsalurinn hér í hótelinu, hálfkaraður og hálfbyggður var ekki komin inn í þetta verkefni, þá stóðu nokkrir eldhaugar í héraði fyrir baráttufundi í salnum. Sigurður Jónsson og fleiri. Akkurat og þar sem að stóð til að fjármagna að hluta til allavega lúkningu á salnum með því að selja innan geðsalapa sæti sem var bara fín hugmynd. Það sem sagt að þeir sem vildu kaupa sæti legðu fé þannig í það sæti væri. Það merkti eitthvað og svo framvegis og það var svona dampur á þessu og það var vel mætt þarna þennan atburð þetta var skemmtilegt og síðan hefur auðvitað gengið á ýmsu eins og hér hefur verið rætt og ég og margir aðrir komið að þessu af og til í gegnum árin einhvern veginn hefur þetta aldrei náð alveg landi. Svo hafa þetta tímandi gjörbreyst og það eru komnir salir og hús sem hýsa svona hluta af þessu sem til var hugsað en stóra málið er auðvitað að það er auðvitað sorglegt að horfa upp á salinn ókláraðan af því að þegar hann er tilbúinn þá auðvitað verður þetta stórkostlegur salur fyrir ýmsa viðburði, fyrir ráðstefnur, fyrir ýmsa sýningar og tónleik og fleira. En það er auðvitað spurning hvort hann standi þá undir því heiti að vera með stóru menningarsalur fyrir fjórðunginn allan eða ekki. Það er kannski annað mál og nefndin eða starfshópurinn auðvitað ræðir það, eins og segir hann í textan, mann á að taka stöðun á verkefninu og auðvitað ræða þetta líka. Það sem ég vildi bara nefna því eins og sem veit að menningarnefndin hjá SAS eins og forseti nefndi Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi nefndi áðan hefur þetta álitið þetta nokkur sinnum væntanlega og mörgum sinnum sjálft í gegnum tíðina en er einhver fótur fyrir því að fara formlega í viðræður við sveitarfélögin að minnstakosti í Árnessýslu hver sé áhuginn á því eða viljinn til að koma að þessu kannski líta rangæðingar og skattfellingar á aðra leiðir og svo framvegis, ég veit það ekki eða bjóða þeim að borðinu líka, það er auðvitað ekki til fyrirstöðu. En það skiptir auðvitað máli eins og fram hefur komið í umræðinni hér að vita hver ef nokkur og kannski mismikið eftir sveitarfélögum vilji sveitarfélagana sérstaklega kannski Árnessýslu til að koma að þessu verkefni. Því ef þau eru
áhugasöm það og vilja skuldbinda sig í einhverjum skilningi, þá þetta skiptir að miklu máli um framgang salarins og svo þetta annar mál hvert verður aðgengi á salnum, hann inn í hótelinu, samstarfi við hótelið og nýting þess á salnum, kostnaður þannig og tekjur og hitt og þetta. En þetta allt það sem að væntanlega starfshópurinn mun ræða því að þessi á þessum 20 árum hafa þetta tímabili breyst og ýmislegt unni bæði með og kannski á móti svona verkefnum en eftir situr að það sorgleg sóun að þessi salur standi þarna óklára. Takk fyrir Björgvin, Sveinn Ægir Birgisson tilista. Já, forseti, ég ætla nú ekki að hætta með að tala menningarstarf Suðurlands, hvað hann skal heita eða það, ég ætla nú ekki að vera eitthvað kúrstur það, en eitt víst að hann mun gagnast öllu nærsamfélaginu hér, hvort það sé Árborg, Ölfus, Hveragerði, eitthvað, mun gagnast okkur öllum. Það allavega eitt víst. Og auðvitað eigum við ekki að vera að horfa á bara sem Árborg, heldur erum við að horfa náttúrulega til framtíðar og til framtíðar verðum við ennþá stærra sveitarfélag með alla íbúa hér búin saman og fylgta sveitarfélagum. En málið sem ég ætla að koma að tala það 5. mál á dagskrá þessum fundi og það íþróttamannvirki á Stokkseyri eða starfandi búið til hóp íþróttamannvirki þar og búið að skipa í hann og það öflugur hópur. Og hef ég forréttindi að sitja í þeim hóp ásamt öðrum góðum aðilum og við munum bæjarstjórar að búa til erindisbréf fyrir okkur og svo mun hópurinn byrja að funda og þar ætlum við að kalla til hagsmunaaðila og líkt og ungmennaráðið kom með hér á tillögu á fundi sem þau sóttu hérna með okkur, komum þau með tillögum og þau myndu fá að koma inn í þá hópa sem hagsmunir þeirra eru. Þessi hópur eins og svo margir aðrir beint gagnvart ungu fólki og ég mun fundur það að við munum kalla til ungt fólk á Stokkseyri og jafnvel á Eyrarbakka inn á þessa fundi og munum örugglega fá aðstoð ungmennaráðsins eða skólastjórnenda eða fá þá aðilega íþróttafélagana við að fá aðilega þess og vildi bara fá upplýsingar þetta. Takk fyrir. Takk fyrir Sveinn Ægir og þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir fyrir það beðum orðið. Forseti, bæjarstjórar tilheyrendur, takk fyrir góðar umræður, sammála mörgum og eiginlega öllum, einhverju hjá öllum. Ég samt sem áður mín skoðun sú að ég tel að gríðarlega mikilvægt að einkaaðilar komi að þessu og þá forsvarsmenn hótelsins, þar sem ég tel að þeir muni njóta góðs af svona sal og við erum nú þegar að upplifa það að það gríðarlega mikið af ráðstefnum í sveitarfélaginu. Við að minnstu kosti búin að þurfa að fara og hitta stóra hópa oft í sumar og ég held að það sé mjög flott bara til framtíðar að við getum verið svona ráðstefnu sveitarfélag og segi þá enn og aftur ég held að það sé gríðarlega mikið hagur hótelsins að koma að þessu og ég vil þá kannski benda á sláturhúsið á Egilsstöðum sem var verið að opna sem svona menningar miðstöð Fljótsdals héraðs þar sem að Landsvirkjun kemur að því með mjög myndarlegum hætti og þar leiti einkaaðili sem kemur á móti sveitarfélaginu og ég veit ekki hvort að ríki þar inni en allavega ég held að við þurfum líka bara að horfa á það að þeir komi myndarlega að þessu þar sem að það þeirra hagur klárlega að geta boðið upp á ráðstefnur með fullbúnum ráðstefnusal sem væri mjög bara greiðlega mikilvægt fyrir þá. Ég fann erindisbréfið, ég vil þakka fyrir góðar ábendingar varðandi erindisbréfið og ég skoðaði það sem að erindisbréfið sem var síðan 2020, það stendur að móta samstarfsvettvang með ráðuneytum áframhaldandi uppbyggingu menningarsalar á Suðurlandi og koma hönnun hans í farveg í samráði við mannvirki umhverfissviðs sveitarfélagsins ásamt því að vinna þarfagreiningu og kalla hagsmunaaðila að borðinu. Ég algjörlega sammála bæjarfulltrúa Álfheiði í ljósi bara þeirra vinnu sem núna í gangi að þá það hugnast mér það mjög að setja tímaramma á svona nefnd
og eins og bæjarfulltrúi Arnar kom að líka, það var bara að hafa þetta svolítið svona snart og mér hugnast að við setjum upp ákveðið marga fundi og þetta þurfi að vera, þessari vinnu þurfi að vera lokið á okkur ákveðin tíma. Þannig að við séum að ekki að fara inn í enn eitt tímabili með enga niðurstöður og sannarlega horfa á þetta vítt og horfa á þetta líka út frá þá aðilum sem að reka hótelið eða nýjir aðilar sem að koma að því, hvernig svo sem við sjáum það, en að fá það að borðinu og sjá bara hvar þeir sjá sinn, bara fá alla hagaðila að borðinu því að þetta er þeirra hagur klárlega og mjög miklu leyti sem á okkar allra Sunnlendinga. Takk. Já, takk fyrir Fjóla. Álfheiður Einarsdóttir á lista. Orðið. Já, bara örstutt í sambandi við mismun á menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs og hugmyndarinnar menningarsal á Hótel Selfoss. Ég er í raun og veru að segja það er ekki í verkahring sveitarfélags að reka ráðstefnusal fyrir hótel. Menningarmiðstöð Fljótsdalshérað er ekki að reka neitt fyrir Landsvirkjun. Landsvirkjun er að veita þeim fé inn í þeirra starfsemi. Það er það sem að ég hef við að segja. Ef það væri þannig að hótelið væri að spýta þetta peningum í okkar, ég myndi ekki segja nei við því. Þeir fengi ekki í staðinn frá mér. Til ég læt ekki múta mér, ég er ekki að tala þetta þannig. En þú veist, þetta er öfugt það með það sem við erum að tala hér. Og það er það sem að ég er ekki sátt við. Takk fyrir Álfheiður, Ellý Tómasdóttir Bílstað. Hún veit nú að ég segi Framsókn, en hefðin er að tala listana. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég er ekki alveg tilbúin til að setja menningarsalinn alveg strax til hliðar, en ég ætla að hafa þetta bara örstutt. Nú sit ég í þessum starfshópi og vil bara þakka ykkur fyrir líflegar umræður. Það er mjög gott að fá þetta allt hérna á borðinu, bara áður en að allt er á fullt. Það er alveg ljóst að það er stórt verkefni fyrir höndum hjá okkur í nefndinni og bara okkur öllum hvað menningarsalinn varðar. Og ég er sammála því að það er mikilvægt að við eigum samtali við önnur sveitarfélög og nú er ég ný í þessu og hef trú á því að ég kannski þá nái til þeirra sem nýir eru líka annars staðar. Því að það er ljóst að við þurfum að fara aftur á byrjunarreit með samtalið við bara aðra fulltrúa. Ég hef fulla trú á þessu verkefni og bara hlakka til að taka þátt í því og láta til mín taka í þessu verkefni. Svo verður það bara að koma í ljós í framtíðinni hvað verður salinn. Takk fyrir. Takk fyrir Ellý. Verður spros á forseta. Eru fleiri sem vilja tjá sig bæjarráð 13. lið, ef ekki, þá förum við í 14. lið, það er bæjarráð 13. fundur haldinn 12. október. Bragi Bjarnason G-lista. Opna fyrir mælendaskrá. Í bæjarfulltrúar tilheyrendur, já, það er svona rétt að fara yfir. Það var náttúrulega tekið fyrir á þessum fundi milliuppgjör hjá sveitarfélaginu fyrir 8 mánuði og það er eins og kom hér fram í fyrri umræðum, þá er staða sveitarfélaga þung á Íslandi heilt yfir og sveitarfélag Árborg er tekið þar undir, þannig að staðan eftir 8 mánaða rekstrarreikning eru við í A-hluta 180 milljónir yfir áætluninni eða áætlun gerði ráð fyrir 5,1 milljarða halla en við erum í 5,3 og af samstæðinni semst A- og B-hluta þar sem allt er tekið saman, þar erum við að tala rétt tæplega 900 milljóna króna halla, þannig að áætlun gerði ráð fyrir 1,7 milljarði en við erum í svona 2,6 en gert nú ráð fyrir að þetta muni réttast aðeins af þegar árið er klárað, en þetta er 8 mánuðir hjá okkur. En eins og ítreka, staða sveitarfélaga er ekki dróðulega góð þessar myndir og við höfum vísað í það við vorum að fjármálastunum þar sem allir eru frekar sammála þess efnis og
mikil vinna sem við farið fram hjá sveitarfélögum við ríkið í rauninni, hvernig menn ætla að nálgast þetta verkefni, sérstaklega gagnvart framlagi í málaflokk fatlaðra og aðra tekjustofna sveitarfélaga, og maður vonar og ég held við séum öll sammála að leggja bara á sveitarstjórnum á Íslandi í rauninni að sú vinna klárist þannig að eitthvað meira komi inn til sveitarfélagina. Við viljum öll veita góða þjónustu í okkar nærsamfélagi. Sveitarfélag Árborg núna akkúrat á þessum tíma að undirbúa skuldabréfaútboð til þess að klára í rauninni árið. Það erfitt á þessum tíma þegar markaðirnir eru svona að fara í slíkt, en sú vinna verður í gangi næstu vikurnar. Að öðru á þessum fundi, svona rétt til þess að nefna, þá náttúrulega tókum við fyrir akkúrat tillögur frá ungmennaráði fyrir næsta, og það var akkúrat eins og Sveinn nefndi hérna áðan að fulltrúar frá Ungs og Pá að koma að í rauninni þeim starfshópum sem þeirra mál snúa að og séu kallaðir inn, og bæjarráð tekur heilshugar undir það, og síðan var mál undir launum ungmennaráðs sem við erum að vísa til fjárhagsáætlunar og þarf að skoða nánar ásamt fleiri málum, en þetta er helst það sem við viljum tala um, mál númer 1. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi, Sveinn Ægir Birgisson, Gilista. Já, takk fyrir þetta forseti. Ég kem hér undir lið númer 4, forvarnardagur, sem var haldinn í dag í sveitarfélaginu og gekk bara mjög vel. Þar sem allir 9. bekklingar í grunnskólum sveitarfélagsins komu saman og áttu góðan dag. Ég vil bara þakka forvarnarteymi sveitarfélagsins fyrir vel skipulagðan dag og öllum þeim stofnunum sveitarfélagsins sem koma ásamt félagasamtökum og lögreglu. Og þetta var bara vel skipulagður dagur þar sem nemendur blönduðust saman milli skóla og fóru á 6 stöðvar, og þar sem var horft til forvarnarins gildis, og ásamt því var svo grillaðar pulsur í lokin, og hvað því ég síðan nemendur skemmtu sér vel að höldum þessu áfram. Takk. Takk fyrir Sveinn Ægir, Arnar Freyr Ólafsson, Gilista. Já, virðulegur forseti. Það fulltrúar og það tilheyrendur. Við erum náttúrulega, já, það er virkilega satt, og ég vil taka til máls undir lið sett 1. Það er 8 mánaða uppgjör sveitarfélagsins, og við erum í sjálfu sér náttúrulega á erfiðum stað í rekstri, og það er alveg óumdeilt þegar við erum ávallt að fara fram úr áætlunum sem að gerðar hafa verið. Og ég er að heyra því núna að við séum að undirbúa skuldabréfaútboð, og ég er ekki farin að sjá neitt af þeirri fjárhagsvinnu eða fjárhagsáætlunarvinnu sem að liggur fyrir. Og ég veit ekki hvenær meirihlutinn ætlar að kalla okkur á borðinu í þessari vinnu, en það væri til dæmis ágætt að minnihlutinn væri upplýstur það hversu stórt skuldabréfaútboð er verið að fara í, til hversu langt tíma og hvernig skuldabréf á að gefa út. Mun það aðallegast að sjóðstreymi fjárhagsáætlunar sem að mun ekki standast eins og þessi sem er að kolfalla núna. Það verða ráðgjafar KPMG einir það til ráðgjafar að koma með tillögur að því hvernig skuldabréf er gefið út. Þetta er orðið svo mikið af spurningum, sérstaklega þegar við erum á í þessari stöðu að vera sífellt með verri rekstrarniðurstöðu heldur en við gerum ráð fyrir, að þá er alltaf orðið meira og meira aðkallandi að minnihlutinn sé dreginn af borðinu. Og við fáum brauðmóla bara af borðinu, og ég held að ég hef ekki tekið það illa eftir að skuldabréfaútboðið væri í burðarliðnum, og ég veit ekki hvenær á að selja þetta skuldabréf sem að sveitarfélagið ætlar að gefa út. Né heldur hvaða tegundar skuldabréfið er, og það skiptir máli. Til hversu langs tíma erum við að fara að gefa það? Hvernig ætlum við ætlum við að horfa til 1 eða 2 ára í sjóðstreymi? Ætlum við að byggja upp sjóð við útgáfu langs skuldabréfs?
Þetta er allt sem var bara spurningar sem ég hef núna strax og hef ekki hugmynd um. En ég er alveg viss um það að augu allra og það er allir hér að vilja gerði til þess að hjálpa við að koma að þessari fjárlagagerð og mögulega þá útgáfu skuldabréfsins. En ég kalla það þess vegna bara eftir því að það séu allir dregnir á borðinu af því að hér var gengið til kosninga undir loforðum samvinnu og það er svolítið hent í stefnu orð að því virðist vegna þess að stundum hentar að nota það þegar allir eru sammála þá eru allir rosalega samvinnufúsir. Svo þegar það er virkilega mikilvæg mál sem að allir þurfa að vera sammála og þá er kannski ekkert haft neitt samráð. Og fjárhagur sveitarfélagsins er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að vera öll sammála og þurfum öll að vinna saman að og ég kalla það eftir því að það verði þá gert við fyrsta. Takk fyrir Arnar, þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir G-lista orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mig langar að byrja á því að benda Arnari Ólasyni bæjarfulltrúa G-lista á að fyrsti fundur var með KPMG þar sem var boðaður sérstaklega á fund til þess að byrja að ræða undirbúning þessara vinnu. Varðandi skuldabréfa útboði þá er það partur af áætlun 2022 og var alltaf fyrirhugað og er bara með ráðgjöf frá Landsbankanum í sumar var ákveðið að hinkra með að fara í útboði sem átti í rauninni að fara af stað með í júní og það er bara samskonar nákvæmlega eins og síðasta og þetta er í rauninni það er búið að vera eitthvað borðin allan tíman og það er ég talaði við fjármálastjórann í morgun varðandi það þar sem að hún er bara að vinna að þeim málum með ráðgjafa frá Landsbankanum eins og síðast auðvitað er það þannig að markaðir hafa breyst mjög hratt og í sumar var henni okkur ráði frá því að fara af stað í þetta útboð og hún hefur alfarið séð þetta okkar fjármálastjóri. Vinnan að öðru leyti er ekki farin af stað en svo að við erum auðvitað bara að taka mið af því sem að KPMG ráðgjöfin og fundurinn daginn kom fram með. Það er ekkert leyndamál og við erum allir mjög meðvituð stöðu sveitarfélags held ég. Það er ekkert leyndamál þar, við erum öll tilbúin til þess að koma að borðinu og eins og Arnar sagði, við ætlum öll að vinna saman. Það er í rauninni bara hefjast þessi vinnu. Fjármálastjórinn okkar Ingibjörg Garðarsdóttir stýrir þessari vinnu og við vorum bara að fá í hendurnar þessa tímalínu og mér skilst að við séum að byrja bara þess að funda hvort að þessi bara í næstu viku, er það ekki? Þriðjudaginn, já, á þriðjudaginn er fyrsti fundur, búið að boða fundinn og við vorum að kalla eftir þessari tímalínu en varðandi þetta skuldabréf á útboð þá var það klárt að það var bara fyrirliggjandi fyrir mjög löngu síðan að það væri verið að fara í þetta útboð og varðandi þessa fjárhagsáætlana vinnu að þá var þessi fyrsti fundur hjá KPMG svona í rauninni þegar við í rauninni störtuðum svona þeim þar vorum við svona að leggja línurnar og sviðsmyndin þeirra er svo sem að við erum að fara að vinna eftir sem er og ætti ekki koma neinum óvart hagræðing og við erum búin að halda einn vinnufund, ég get upplýst ykkur það í framhald af þessu fundi hjá KPMG sem var einmitt rætt þá að við færum að stað með vinnufund með forstöðumönnum sveitarfélagsins sem við heldum á mánudeginum eftir fund með minnihluta sem að tókst gríðarlega vel. Það var rosalega mikil jákvæðni í hópnum og fólk tilbúið bara að velta við öllum steinum og gera allt sem það getur til þess að skila inn vinnubókum og reyna að miða að bara hagræðingu á ekki að kostna þjónustu. Þetta viljum við reyna að halda í þjónustuna. Þannig að ég verð að segja fyrir mig að þá var þetta gríðarlega góður vinnudag. Steinþór Pálsson frá KPMG stýrði þeirri vinnu, var með fyrirlestur og laði línurnar og þannig að miðað við aðstæður þá er ég ótrúlega þakklátt fyrir mannauðinn sem að sveitarfélagið hefur sem er tilbúið til þess að einhvern veginn leggjast á árarnar og fara að róa að þeim markmiðum sem við þurfum að ná sannarlega fyrir eftirlitsstofnun sveitarfélaga fyrir 2026.
Takk fyrir Fjóla. Arna Ýr Gunnarsdóttir, rettslista. Forseti, já, við erum nú öll nýkomin af fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, sem var í síðustu viku, og þar kom fram í samantektinni hjá Sigurði Snævar, sérfræðingi Sambands íslenskra sveitarfélaga í fjármálum sveitarfélaga, að það eru helmingur sveitarfélaga á Íslandi sem uppfylla ekki viðmið, fjárhagsleg viðmið og fjárhagsreglur sem eru í gildi á Íslandi. Að vísu voru þær teknar úr sambandi tímabundið vegna ástandsins sem í þjóðfélaginu, vegna hás vaxtastigs og þess sem að það hefur í för með sér fyrir fjárhagssveitarfélagana. Við erum auðvitað þar á meðal, vildum helst ekki verið í þessari stöðu, en sveitarfélög sem eru í gríðarlega hröðum vexti eins og við erum, það er bara erfitt að sjá hvernig við gætum ekki verið að það. Og það er auðvitað þannig að það eru náttúrulega háir vextir og það eru þessi fjármagnsgjöld sem eru að gera það að verkum að við erum að fara yfir áætlanir sem auðvitað voru þungar fyrir. Ég meina við erum í gríðarlega mikilli fjárfestingu í sveitarfélaginu á stuttum tíma og ég tek undir það sem að Fjóla var að tala um hérna varðandi skuldabréfaútboðin sem að við fórum út í við buðum út sem græn skuldabréf í vor og við fengum góð kjör þá, við fengum miklu betri kjör heldur en Lánasjóður sveitarfélaga hefur verið að veita 0,90% vexti en auðvitað er þetta verðtryggð lán og það er alltaf það sem er alltaf að gera okkur erfitt fyrir. Og ég tek undir það sem hún segir, þá vorum við náttúrulega með þessa ráðgjöf á Landsbankanum, þetta er bara óháð ráðgjöf og það voru margir sem vildu lána okkur og það voru stórir lánveitendur, það voru lífeyrissjóðir og það voru svo sterkir aðilar og eins og Fjóla sagði áðan að síðan var ráðlegt að bíða og nú er bara komið að þessu aftur og þetta er allt samkvæmt áætlunum sem að lágu fyrir. Og svo hefur við auðvitað verið boðið á fund á þriðjudaginn og ég fagna því og ég bara vænti þess að meirihluti D-lista standi við stóru orðin að ætla að vera í góðu samstarfi. Af því að öll hér inni í þessu rými, við sem erum hér 11 bæjarfulltrúar, við vorum sannarlega kosin til þess að gæta hagsmuna allra íbúa sveitarfélagsins og saman erum við sterk. Og saman getum við betur sjá augun og auga og saman getum við komið með góðar tillögur og hugmyndir í flókinni stöðu. Þetta er ekkert skemmtiverkefni að fara að koma þessu heim og saman en ég er sannfærð að okkur tekst það og með góðri samstöðu. Þannig að ég bara hlakka til að fara í þessa vinnu með ykkur og vænti mikils af góðu samstarfi. Takk. Já, það er fyrir Arna Sveinn Ægir Birgisson D-lista. Byggðist því að við lokum mælendaskrá. Já, forseti, ég lengi kannski fundið mikið, en ég kem undir svo sem samanleið og bara við vinnunum sem er framöndan, en við sitjum náttúrulega svolítið í súpunni yfir þeim skuldum sem eru komnar nú á sveitarfélagi að hafa komið á seinustu árum og þetta er æri verkefni sem framöndan er að snúa hér, ef maður setja myndlingu, snúa við stóru skipi sem hefur farið í strand og við þurfum allar hendur á dekk til að ná að snúa þessu skipi við og við munum náttúrulega vilja náð með og ég get allan upplýst með í vinna allan í eign og veitunefnd. Það er vanandi fjárfestingaráætluna. Þar verðum við mjög góð að vinna og vinnubrögðin eru orðin þannig núna að þetta var alltaf þetta lifandi skjal sem starfsmennir að vinna með daglega og var alltaf mikla breytingar og þá var verið að senda þau með 2 daga fyrirvara fyrir fund og svo þegar mætt á fundin þá var búið að vinna skjalið í 2 daga og á náms bara komið nýtt skjal. En allir nefndarmenn hafa svona skugga, þeir geta ekki unnið í skjalinu en þeir sjá allt sem fer fram í skjalinu og geta séð allt sem er. Og það ætti nú kannski bara að skoða hvort allir bæjarfulltrúar hefðu jafnvel bara aðgang að þessu skjali og sæi bara nákvæmlega hvaða fjárfestingar er verið að gera og ég held ég muni bara að tala við starfsmenn okkar í þeirri nefnd að græja það, þannig allt sé på borðum. Fyrir Sveinn.
Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá er dagskrá þessar 7. fundar bæjarstjórnar Árborgar tæmd og eins og tilheyrendur kannski hafa tekið eftir að þá voru komið hér í nýjan sal í Grænumörkinni og á nýjan fundartíma klukkan 16 og þannig munum við áfram halda því í það minnsta til áramóta og væntanlega í þessum sal. En í framtíðinu vonandi náum við að fara aftur í Ráðhúsið. En ég hvet fundarmenn til þess að kvita hér undir og skrifa undir rafrænt. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góða fundarsetu og þeim sem að fylgjast með þakka ég fyrir sömuleiðis góða einhvern.